köflum mjög krefjandi. Já. Ánægður með tímabil hingað til? Svona já og nei, svona eftir hvernig við byrjum, þá náttúrulega ég mjög ánægður svona með það stað sem við erum komin á núna, en auðvitað náttúrulega hefði maður vilja fara af stað á meira flugi og við náttúrulega settum okkur það markmið upp að móts að komast í úrslitakeppnina eins og væntanlega öll önnur lið í deildinni, gerir ég ráð fyrir, og erum svo sem ekki langt frá því núna, en eins og deildin búin að spilast, þá þetta erfiðara núna held ég en oft áður að komast inn, og þetta eru í raun og veru bara eins og staðan núna öll liðin nema Afturelding sem eru í baráttu að hirða þetta fjórðasæti. Stjarnan svona kannski aðeins búin að skera sig frá í þriðja og svo Valur og fram og Valur skulum við segja. Má ekkert mikið út að bregða núna úr þessu sko í raun og veru, við þurfum að vinna núna, byrja strax að vinna leiki sko, það má ekkert gefa eftir núna. Bara ekki neitt og við náttúrulega erum bara stigi frá fjórðasætinu en IBF líka 2 stigum á eftir okkur og þetta rosalega þéttur pakki sko. Afskaplega þétt og það náttúrulega ljóst að eitt af þessu liðum, HK, Haukar, IBF, eitt af þessu liðum að fara í úrslitakeppni, það líka eitt af þessu liðum sem að fara í umspilum að falla ekki niður deild sko. Það stutt á milli. Það stutt á milli. Ég sé og nefnir ertu ekki með Stjörnunni inn í þessum hóp? Finnst þér að vera ofar? Sko það náttúrulega, ég held að séu 60 náttúrulega núna með við okkur. Já. Og þau náttúrulega gáfu aðeins eftir svona þegar leið á móti, en svona kannski heilt yfir gæðarlega þá finnst mann eins og þær ættu að klára 3. sæti. Mótið náttúrulega hálna núna og mér finnst svona eins og það svona kannski tók út svolítið slæmakafla sinn fyrir pásuna. En svo alltaf sér maður þetta betur þurft að fara á stað aftur, það allavega svona mínu ætla að kalla megin að landsliðapásan, hún sker alltaf úr það, hvað liði ætla sér og hverju sitt eftir. Já, því að bara með sem ég náttúrulega búin að sjá hérna báða leikina á móti Stjörnunum, ég fannst ég eiginlega bara að vinna báða sko. Já, það svona alltaf gott að vera vitur eftir á og svona, ég held að við leikjum okkur aðeins að í síðasta spáið, þú veist, ef við hefum náð að klára til dæmis Stjörnunni í fyrsta leik. Hvað liðið var í start núna, stigalega og svona hvað við varum í deildinni og svona spillega. Það náttúrulega var smá svona, segi kannski ekki högg, en við lögðum mikið í hina leik og fúlt að tapa honum og hann kannski var ekki beint til þess að við töpum fyrstu 4, en svona ef hefði vildi kannski, ef við höfum unnið hann, þá mögulega kannski hefði svona byrjunni verið hann. Það var líka bara leikur sem ég man vel eftir, við áttum bara að vinna þann leik sko. Já. Það var eiginlega bara hann að síðustu 6-7 mínútum hann í fyrsta leik sko. Í fyrri hálfleik? Já. Vorum við ekki yfir í hálfleik? Hérna ásvöldum? Við vorum einu yfir minni með áttum að vera 5-6 svona með að við hentum frá hraðarplöpum og annað hann í lokinu. Svo líka eiginlega bara síðustu 6-7 mínútum í leiknum, við fáum hann að 2 klaufalegar brottvísanir eiginlega sem svona eiginlega gerir þetta bil fyrir hina sko. Já, misréttar. Já, það bara svolítið þannig. Ég mjög vafasamur dómari. Það bara eins og það En ég náttúrulega sáum hann að síðasta leikinn vel hann fyrir pásuna, KA-leikinn fyrir norðan, bara flottar sko. Og eiginlega bara synd að pásan skulle koma með að við ganginn sem var í þeim leik sko. Já, ég sammála því. Það sagði mitt stelpurnar inn í klefa eftir leik og við ræddum það svona bara munurinn á til dæmis þessum KA-leik og leik 1 hérna ásvöldum, bara himinn og haf. Spilamennskan orðið miklu betri og svona bara spiritið í liðinu, allt annað. Svona góð orka í þessu sko. Góð orka í þessu, þannig að já, ég sammála því. Það hefði bara verið mjög huggulegt að halda þessu gangandi og eins líka þegar við fórum hérna núna í leik 2 á móti Val, það var einmitt eftir 2 vikna landsleikja pásu líka. Það með að við svona rúllerið sem var búið á liðinu fram að þín tíma. Það kláruðu við hérna HK var það ekki og svo kom pása. Það hefði bara einmitt verið mjög gott líka held ég þá að fá að halda áfram. Við þurfum bara að hætta þessum pásum. Okkur líður bara best þegar við spilum. Hvað við erum IBF eftir pásunum núna? IBF eftir pásu, 18. janúar, minnum mig, held ég að nú klúra einhverju tímasetningu á næsta leik þegar ég var síðast í podcastinu, ég ætla rétt að vona að þetta sé rétt með mér. Og svo Afturelding úti. En af hverju byrjið þið svona seint? Ertu bara að fá einhverja skýringar á því? Nei, ég er bara að vinna hérna. Nei, þetta er bara öll deildin sko, skilu, Þið hefði alveg eins getað að byrja þannig allavega viku frí, en það getur vel verið viku fyrr sko, en það getur vel verið þetta sé bara út af landsliðinu sko. Það var einhver rosa góð ástæð, hún var samt stytt með að við henni í fyrra, veit ég, pásan. Það var mikið kvartavunda því hún hefði verið svolítið löng í fyrra, desember og janúar pásan. En þá kom ekki held ég þessi 2 leikir auka, þá var bara hann að kom landsliðspásan og svo voru ekkert leikir bara fyrir henni í janúar, var þetta ekki eitthvað þannig? Klárast ekki bara í nóvember í fyrra? Jú.
Það voru ekki síðan 2 aukaleikir sem við tókum, hvað var það, Valur og KA-leikurinn. Já, við endum á mjög hugulegri ferð norður fyrir Heiðar. Þið fóru nú með, sætla minninga. Já, maður lét sig ekki vanta þarna. Nei, heldur betur, stuðningsmenn nummer 1 og þjálfarar og aðstofamenn. Hersveitin náttúrulega. Tókum hersveitina með okkur. Hersveitin náttúrulega bara, áttu bara stóran þátt í þeim sigri fyrir okkur. Það munar að vera með alvöru stuðning í stúkunni. Stelpurnar hljóta hafa verið ánægðar með það. Voru himinlifandi og síðasta svona spjallið sem við mann eftir rútunni áður en við komum í bæinn var einmitt að það ætti að reyna að múta þeim eitthvað til að mæta meira á leiki með einhverjum pítsuverslum og eitthvað. Við sjáum hvað setur. Það er bara gaman að þessu, ég held að þeir hafi fundist gaman að því að líka vera hann að sko láta sjá sig fyrir norðan sko, því að það er ekkert mörglið sem hafa eins og sáumst kannski á árundunum sko, þeir voru ekki vanir í að fá okkur aðra árundur en káamenn sko. Nei, nákvæmlega, það var einhverja Facebook-umræður þetta hefur verið eitthvað voða hrest þarna og það er bara einmitt fólk kannski óvanti að fá alvöru stuðningsmenn. En ég held þeir hafi svona, bókstaflega bara málað bæinn og höllina rauða. Heldur betur, menn voru eitthvað litlir í sér hann í stúkunni. Við ekki gera mikið úr því, það var eitthvað smóttir í bara. Já, nákvæmlega. Fólk kannski ekki vanti að séu svona, Nei, ég segi það. Hvað segja svona aggressívar hersveitir á leikjum, sko. Nákvæmlega. Snáðar. Það eru oft svona aðeins rólera. Þeir eru bara skemmtilegir en það sást það líka, þeir eru náttúrulega fengu hana velunin fyrir stuðningsmenn fyrir hlutan, sko. Þannig að það er bara gaman að þessu, sko. Já, og hersveitin er að fá Natan úr meiðslum. Það er alltaf gríðarlega mikið styrku fyrir hersveitina. Það er alveg henni tilbaka. Það munar minna. Já, það verður gott fyrir Jón Gunnar og liðsforingja að fá hann tilbaka. Já, nákvæmlega. En það er hérna... Faðir hersveitarinnar. Já, hann er höfuðherrar og trær yfir á alla, sko. Heldur betur. Hérna, en það er bara... kannski gott að fara líka kannski á góðu nótunum skilu, þá hefði kannski pásan líka verið svolítið erfið ef þau hefði farið inn í bara með tap þarna líka sko. Já, alveg klárlega. Það einmitt fóru svolítið á bara léttu nótum inn og hérna ég var svolítið harðstjóri, ég var ekki með mikið jólafrí í desember. Mér fannst okkur bara ekkert veita að því að svona einmitt halda svolítið fluginu gangandi í staðinn fyrir að missa svona damping kannski með að gefa pásu strax. Þannig að við tókum einhverja frídaga núna bara yfir hátíðarnar en erum annars búin að æfa miklum krafti í desember og ætlum okkur svo að fara af stað aftur með látum í janúar. Það er bara búin að æfa vel og alla duglegar? Já, æfa vel og alla duglegar og það er svona styttist vonandi í það. Við getum farið að tefla fram okkar allra sterkasta liði. Við erum að náttúrulega mistum Ástríði markmann út og hún því miður reyndar sé nú ekki fyrir endan á hennar meiðslum eftir þetta höfuðhögg því miður. En hérna Tóta og Hekla eru konar inn á fullu og Ragnheiður Sveins er búin að jafna sig að svona mestu leyti af sínum meiðslum sem hún var fyrir snemma á tímabilinu og svo náttúrulega eftir að Karen fór úr axlarlið. En hún er vonandi að koma núna miðjan janúar, þannig eins og sé. Það verður bara jákvæður hausverkur fyrir mig og okkur Díönu og Hörpu að stilla upp liðinu með svona nánast allar heilar. Þetta er hörku mannskapur. Já. Það er líka bara munar eins og bara upp að geta breytina líka bara geta aðeins keyrt og svona skilja, þá getur keyrt kannski aðeins á fleiri mönnum eða fleiri stelpum og líka bara tempaði líka aðeins upp í leikjum. Algjörlega, já tempo bæði leikjum og æfingu. Já, nákvæmlega. Og svo náttúrulega höfum við notið góðsæði núna að fá inn hérna þessar hrikalegu flottu og öflugu stelpur okkar sem er að koma úr 4. og 3. flokki og þær hafa verið að æfa núna með okkur í desember og fengu að spila 1-2 æfingarleiki og það er líta vel út. Já, það er bara framtíðin er björt í kvennaboltanum í Haukum. Það er einhver blöð með það að fletta. Nei, það er bara skilur búið að halda vel aðeim og vel þjálfaðar stelpur. Frábærlega gríðarlega. Skulum ekki gleyma. Það hafi verið með bikar óðan mann að þjálfa sig í lengri tíma sko. Nældu vitlu svona hliðalínu. En svona öllinginni slefti þá sko líka bara er þetta einhvern veginn sko þessar stelpur eru líka bara svona ákveðni karakterar sko. Það er svona það er bara fara inn og berjast og eru bara alltaf tilbúnar einhvern veginn sko, þarft einhvern veginn alltaf við það sem ég hef þurft sko, ég hef ekkert þurft einhvern veginn svona kveiki í þeim einhvern veginn sko fyrir leiki. Þeir eru týpur. Já. Þetta eru týpur, já, náttúrulega bara margar af þeim í landsliðinu og hérna og eins og ég sagði við það núna eftir einhvern æfingarleikinn daginn að ég held að sé líka bara styttra í þetta heldur en að þær svona innstinni kannski átt að sjá. Já. Það er svo stutt á milli í kvennaboltanum. Það eru svo fljótt svona þroskaðar og hérna ná svona, það eru svo fljótur að ná hinnum í styrk og þessu. Þetta gerist einhvern veginn miklu fyrr bara stelpum meginn. Gerist bara fyrst stelpum meginn og svo alltaf eins og þú segir, þetta eru svona þannig týpur líka, það er bara, þú veist,
þeim svo sem alveg sama hvað þú heitir og hvað nú kemur. Það bara alltaf tilbúin að leggja sig Já, fram og og berjast og hlusta vel á leiðsögn og allt þetta. Já, og hann var náttúrulega bara unnið, farið á dúkinn í höllinni og unnið bikara nokkuð oft sko, þannig að það skemmir ekki fyrir þegar bankar á dyrnar í meistaraflokki að Þessar stelpur líka ekki þá tilfinningu sko. Það eru náttúrulega líka vanar úr, það eru líka góður í fótbolta sko, það eru bara góður í öllu. Já, eitthvað hlutaði meira í fótbolta líka. Já, hafa þetta allt. Já, það er bara, það er líka okkar að sýna skilur að gefa þeim umhverju þar sem þær geta komið og séð og vilja og koma inn í sko hjá okkur. Akkurat. Og eins og með það að geta leyft þeim að koma á æfingar og svona skilur þótt að kannski sko það sé ekki pláss núna eins og staðan er akkurat núna í hópnum skilur en samt að leyfa þeim að fá svona smjörþegin af þessu. Algjörlega. Því sem við sögum á það er bara, það er styttir í þetta heldur en það er hægt að sjá og kannski margir bara. Nákvæmlega. Það er ljóst. Og hvernig svo, það er bara þannig að 2 hörkuleiki strax í byrjun, það er hérna fáum IBF og svo náttúrulega fljótlega kemur byggarinn hana inn í sem á eftir reyndar að draga og eitthvað svona. Það er bara, við horfum framundan á 2020, bara spennandi eða ekki? Jú, spennandi og afskaplega krefjandi, eins og vorum að ræða en þessi deild bara er töluvert svona frábrugðin því sem að hún hefur kannski verið undanfarin ár á þess að segja alhafa eitthvað en hún er allavega þannig svona samsett núna, það er spennað efsta sætið, Valur og Fram og svo er náttúrulega gríðarlega spennað hvaða lið ætla sér að fara í úrslitakeppnina og það er spennað, svolítið kannski augljóst hvaða lið er að fara að falla núna með stöðuna Aftureldingu en svo veit maður náttúrulega aldrei í þessu umspili, það getur allt gerst. Þannig að þetta er eins og verður spennandi seinni hluta tímabili og vonandi bara verður við brosandi sæl þegar það er talið upp á kössunum. Það erum við að gera. Og við verðum þá bara að halda vel á spöðunum til þess að ná þeim markmiðum sem hópurinn sett sér það ekki? Heldur betur. Æfa vel og mæta svo tilbúin að klára í leikina og það er svona, eins og voru að ræða, það er erfið leikur strax á móti IBF og svo úti leikur við Aftureldingu og svo náttúrulega er það Fram og við höfum ennþá eftir að vilja meina að spila handboltaleik á móti Val og Fram á þessu tímabili. Það er eiga svona eftir að sýna sig á móti þeim leik. Já, ég svona vonast til þess að það verði hörkuleikur. Við ætlum að leggjum meira í þann leik heldur en við erum komin aðeins nærðum þegar úrslitakeppnin byrjar ef við náum því góða sæti sem við stefnum á. Algjörlega. Sjálfsögðu. Og það er líka einhvern veginn bara þannig að þú þarft að sýna líka á móti þessum liðum skilur hvað þú getur sko. Það þýðir ekki bara að mæta í leiki á móti þessum liðum bara búin að tapa fyrirfram sko. Mæta bara með þetta hugafari, við höfum ekkert að tapa. Neglum þetta. Já, alveg hygglust og það er bara heldur deginum ljósara ef þú ætlar að verða Íslandsmeistari eða bikarmeistari þá þarfst að vinna annarkvort valega Fram. Já, heldur betur. Í minnsta kosti einu leik, þannig að það er alveg gott að byrja að sýna að þú getur það í deildinni. Það er bara þannig sko. Yes. Hérna svona árum við kveðjum kannski 2019 leikmaður ársins kvennamegin. Við erum með ákveðnar hugmyndir hjá okkur. Hvað finnst þér sem þjálfari, kannski erfitt fyrir þig? Já, þetta er náttúrulega búið að vera sko erfitt kannski að dæmi fyrir hlutan áður en ég kem inn í þetta en svona eftir að ég tek við þá náttúrulega er þetta búið að vera svona kannski okkar styrkleiki hvað liðið er jafnt og gott. Það er svona kannski engin einn áberandi bestur leikmaður í liðinu núna öfugt kannski eins og þetta hefur verið síðustu tímabil. En svona fyrir mitt þetta kannski ef ég ætti að taka einhvern út og spurning hvort það sé saman og þeir eru búin að velja en þá mætti ég kannski nefna Sögu Sif í markinu. Það er bara nákvæmlega saman og við völdum. Þetta er ótrúlega tilraun. Og náttúrulega kemur sko, er náttúrulega fengið inn í þetta í fyrir á þeim forsendum hún verði svona eiginlegu varamarkmaður. Já. Kemur náttúrulega svo bara inn þegar Ástur verður fyrir meiðslum og svo aftur núna þessi tímabili og náttúrulega bara búin að standa sér frábærlega og bætt sér bara mikið. Og bara bætt sér mikið og mér finnst bara örin á henni ennþá vera svolítið að vísa upp sko. Hún er svona orðin örugari með sitt, er að vinna undirbúningsvinna hrikalega vel með Jóa og er svona þannig markmaður að það er að skila sér í fullt af vörðum boltum í leikjum. Þannig að hún ná líka bara svo mikið inni, hún er tiltölulega nýbyrjuð er svona ung í sportinu sko, þannig. Já, þannig að svona þessu leveli. Ég held hún, já, ef bara Guð forði frá því að hnén haldi að þá held ég að eins sé, hún geti bætt sig ennþá mikið og bara eigi mikið inni. Ég er náttúrulega bara búin að núna þessu kannski búin að uppskera eins og hún bara sá, hún núna valinn í úrdragshópa fyrir landsliðið og svona eða fyrir B-landsliðið og svona kíkt á æfingar í A-landsliðinu líka. Fekk að hjálpa til hjá landsliðinu og þeir voru mjög hrifnir af henni, Arnar og Dóri, þannig að
og eins og hún líka bara svona, hann típað svona karakter, hún fighter, lætur vel í sér heyra og svona bæði þegar vel gengur og eins þegar eitthvað má batna í vörninni. Og það eitthvað sem held ég svona allir sem í svo fullu fíla, að vera með svona típu í sínu liði. Sammála því. Já, bara gott. Við eitthvað að lokum sem þið eru með strákar? Svona árum við kveðum að Árna Stefán. Ágætis uppgjör hjá okkur svona á hvernig liðin okkar. Við kannski endum þá bara þökkum við fyrir komuna. Takk kærlega fyrir mig og bara til lukku með hennar frábæra þá. Takk fyrir það. Þú fækst að vera fyrsti gestur og manstu muna það alltaf að hann var fyrsti gesturinn í Brautryðjenda þætti. Brautryðjenda þætti. Nú ætlum ég beint þeim að kveikja í YouTube og fá að sjá Jóa í beinni. Það svolítið þannig. Það gerist allt og sjaldan. Já, þetta einstakt tækifæri. Einstakt tækifæri. Þá tökum við kannski smá pásu og gerum klárt fyrir næsta gest. Glæsilegt, takk kærlega fyrir komuna. Takk. Það eru bara við tveir hérna. Strákarnir? Já. Það getur verið verið maður. Já, komin einhver sirpa hann í sjónvarpinu. Þetta snill að geta kvötta þetta svona. Ætlum við ekki að sýna klippur og sög? Látt að gera það. Herðu, gott að vera með. Brunaði brúðkaup. Tókum maður 1 klukkutíma þetta? Já. Það bara, veist hvað þetta í live sjónvarpi? Það eru nákvæmlega. Ekki eitthvað vanur svo bransanum, maður veit aldrei hvað gerist. Nei. En ég alltaf að gerist það sjálfur sér. Það ekkert hérna í Zoominu, við erum að geta taka upp og Já, þá komið að næsta gest og það engin annar en Björgvin Páll Gústafsson, landsliðsmarkvörður og rithöfundur. Velkomin. Takk fyrir. Gott þú manst hvað hann heitir allavega. Já, þetta alltaf kikkin hérna. Ég farin að venjast myndavélinni. Við fengum hann svona til að kíkja að hann var að æfa með landsliðinu hérna á Áslum áðan og bara gaman að geti kíkt til okkar. Já, gaman að koma. Já. Flott aðstæði okkur. Já, við svona erum að reyna aðeins að gera umgjörina eitthvað aðeins betri og skapa umtal. Það svona að þarf einhvern veginn að gera eitthvað. Já, algjörlega. Þetta bara stærstu klúbbarnir sem eru með útvarp og sjónvarp í kringum þetta. Já, það er rétt. Það er bara þannig. Það er svolítið þannig. En bara fyrst og fremst velkomin. Nú mættu með landsliðinu, ekki bara spennandi tíma framöndan þar? Jú, nú er jólið búinn, þannig nú bara full force landslið og byrjum að krafti og erum að æfa á Oslo. Það er rosa kósí að fá að koma hingað aftur og spikla og já, bara allir í góðum gír og glaðir og mikill fókus og mikið æfingum, þannig að við erum með svona vel búin þær.
Þetta svolítið mikið, ég sé allan þessar æfingar sem ég sé, svolítið mikið bara teigur og vera, þannig kannski ekki skemmtilegt fyrir ykkur markmennina. Jú, líka. Líka kannski. Já, en þetta bara, kannski munum við síðast að koma meira í fótbolti núna í uppbytun, þannig að þetta er meira glaði. Guðmar hann slettari. Já, Guðmar hann slettari. Nei, svo var þetta líka bara mikil vinna. Þetta er mikil fínpúsun og þetta er íslenska landsliðið spila þannig að varnarleik að hann er aðeins öðruvísi heldur en flest liðir að spila úti, þannig að flestir að koma úr sínum liðum í þetta íslenska vörð sem við erum þekktið fyrir og það þarf að fínpúsa ansi marga hluti og margir leikum sem þeirra prófa hlutverkið sín og tíminn er alltaf naumur og sérstaklega þeirra fyrir jól og í kringum jólinn og þessu tímum út þá er þetta bara hver æfing telur og það þarf að vera mikið á teik. Og Gummi náttúrulega væntanlega að finna svona hvaða leikmenn hann vill hafa í þessum lykilhlutverkum, hann ætlar aftur að kötta út leikmenn ennþá. Já, það eru 90 mann hópur núna. Já, finna út hvaða leikmenn hann vill standi svona í lykilhlutverk væntanlega, varnarlega og sóknarlega og annað sko. Já, hann er líka að þá tíminn ekkert að vinna með honum. Nei, þetta er rosalega hvað segir maður, snarpur undirbúningur sko. Já, líka ég vil þannig á þessum Ólympíuárum, þá er eitthvað allt búið að klístrast saman hérna í janúar, þannig að þetta er smá meiri pressa einhvern veginn að tilkynna hópan inn og svo þetta alltaf, þó sé alltaf mikið pressa á að gera hlutan hratt inn í handboltanum, þannig það verða ekstra hratt í kringum landslið það sem sé, það er mikið sem þarf að gera stundum tíma og þetta er 1 leikur, þannig að við má getast tíma til að æfa og Við erum alltaf með ennþá leikmenn sem ekki komnir. Sigvaldur ennþá úti, Arnór ennþá úti, það ekki? Fleiri? Bjarki Mári, það ekki? Bjarki Mári, já. Þýskalandi. Betur fyrir þetta að hótna með, það er kannski skára heldur en... Ég ger eitthvað sem heit gagna. Nei, þeir eru bara hana, betur að slúta. Nei, það er þetta kannski líka gallin við þetta. Það deildar eru búin að sikra tíma, en bara fyrir okkur, sérstaklega sem vorum til Danmörku, það er geggja að geta komið heim hérna. Já, fyrir Þorlák, tekið það góða einhver Þorlák og svo bara eitthvað svona 3 tímum eða 3 dögum með fjölskyldinni, það er þetta að vera geggjað og svo bara full fókus frá með gerðeginu sko. Bara svona, kannski aðeins að tímabilinu bara gengið vel og svona farin að spila á fínu tempói eða fínu róli eftir þú gafst út bókina eiginlega, segja mér. Já, hún létta hans á mér. Og er mikið stress? Já, nei, þetta er sérstaklega því að bókin þess eðlis að hún var ákveðin ferli sem ég var gegnum, ákveðin andlegri vinnu og líkamlegri vinnu sem ég hef búin að djöflast í og sem að eiginlega hófst fyrir árið síðan á síðasta stórmóti. Það er búið að vera mikið í gangi og sérstaklega hvað var andleg heilsuna og þá spila líkamlega með og þá spila handbolti líka með og það er bara alltaf fungerað vel og ég er í góðum gír og glaður þannig að ég er vel peppað fyrir framhaldinu hvað sem það er æfingar með landsliðinu eða stórmót. Það verður draumurinn að geta kannski lokað þessu kefla á því að mæta á EM og gera ykkur hluti. Já, þið eru 3 núna í hóp og líklega 2 sem fara þá út. Já, það er vann allavega en þó svo sem þetta berjast þessa stöðu þá þarf að gegnum samvinna líka. Þetta er auðvitað gildin í landsliðinu eru kannski annars eðlis heldur en í til atvinnumennsku. Það sem við erum á þeim gildum að gera sem best fyrir lið og skilja svo bara þjálfarans að velja hvað gerist framhaldinu því einu sem við getum gert bara að standa saman og gera okkur besta og svo bara kemur í ljós hver í fara út. Þetta er allavega gríðarlega spennandi fyrir okkur sem erum svona fyrir utan þetta að fylgjast með þessu og já, bara hverju verið að kötta þér út úr þessu sko, þetta er rosalega, þetta er geggjaður hópur sko. Já, líka maður bara 28 mann hópur sko. Já, hann er bara geggjaður sko. Já, strax bara sér maður hvað við erum komið með, mikla breidd á einn stundum tíma. Þetta verkefni sem við Gummi sett upp, þetta 3 ára plan sem síðan þá, þetta lítur rosalega vel út og sérstaklega að skoða leikmenni sem að spila akkurat núna eins og þessum hóp sem núna 90 mann hópi. Það er svo margir að spila vel. Það er alltaf gefið góð fyrirrit að menn sem heitir og menn sem klárir í bátana sko og framfleytt sinni sjálfstrausti frá liðunum í atvinnumennskunni og svona komist inn í landsliðsskírnum strax bara í góðan gír sko. Já. Var að sjá stráka sem hafa kannski ekki verið í stórum hlutverkum hingað til í landsliðinu sem til Janus Staða til dæmis, hann er búinn að vera stórkostlegur í meistaradeildinni sem að Já, líka bara í dönsdeildinni, Ómar var frábær í fyrra og hann var svona heilinn í Álaborgarliðinu svo dettur hann út og þá tók bara Janus á keppilinu og hann bara nú snýst bara að leika Álaborgar bara að Janus sko. Og það er saman sem fleiri leikmenn, það er bara, það er allir einhvern veginn í S-inu sínu og það gerir þetta ennþá erfara fyrir Gumma að velja eitthvað. Já, það var eiginlega, við vorum ræddum þetta mitt með 28 mann hópinn, það var svona eiginlega, það var kannski 1 nafn sem var bara svona, kannski skilur það, allt hitt var bara já, þetta er bara rétt og svo eiginlega allt eiginlega nöfn sem gætu jafnvel verið í lokahóp líka sko, sem er bara sýni hvað er
breidd og bara samkeppnisstöðu líka sko. Nú má gera breytingar þegar ekki eftir riðlakeppnina, virkar þetta ekki þannig? Þá máttu gera eitthvað eina breytingu? Nú þekki það ekki alveg, það alltaf að breytast, það voru svona þessar auðvelda reglunar, þetta var einhvern veginn ákveðin breytingar eftir riðlakeppnina, svo var það einhverjum tímapunkti var það bara hvenær sem og svo handbolti er eins og breytilegur og nú nýtt fyrirkomulag bara inn í mótinu sjálfu, tíðlega áfram, samt stigi með náttúrulega fleiri lið algjörlega, þannig að þetta er svona alltaf að breytast, við erum bara aðlagast því sko, en við erum svo æfingu núna sem ekki allir komnir, þá eru að koma leikmenn í æfingar sem í 28 manna hóp, margir hverjir og svona einhverjir sem ekki í 28 manna hóp svona fyll upp í og maður sé bara gæðin sem leikmenn í deildinni heima eru að sína og komið inn á æfingar, það er bara frábært að sjá mikið til að mönnum. Já, bara spennandi og líka bara spennandi fyrir framtíðina sko, af því að þetta náttúrulega mót snýst líka kannski svolítið að ná í þetta Ólympíukval líka sko. Já, algjörlega. Og það er svona kannski gulrótin sem menn horfa í sko. Já, við veistum ekki hugsa of mikið það því að við erum að fara, við erum fyrst að leika á með Dönum fyrir 12.000 mann sko, þannig að það er alveg nægt verkefni fyrir sig sko, það fæli ykkur Ólympíukvali, þannig að við þurfum þetta að taka bara eins og gamla góða tökum, taka eitthvað inn en það er ansið mikilvægt núna þar sem að fyrsti leikurinn á móti heims og Ólympíumeisturinn Dana, þannig að þú getur ekki hugsað lengur heldur en það sko. Nei, nú er örlítið meiri pása á milli leikjanna heldur en var eins og til dæmis síðasta janúar. Já, það spilum við 5 leiki á 7 dögum minni mig sko. Og þá áttum við eftir milliriðluna hérna Frakkland og Þýskaland á sama sólarhringnum hvernig þetta var sko. Já. Þannig að það var líka búið að kvarta svolítið leikmenn að kvarta síðustu misseri. Þetta er bara búið að vera galið sko. Já, og alltaf handboltinn er að mörguldi galið hvað varðar spiltíma og svona hvernig þétt að spila og svoleiðis en þetta er ákveðin fórn líka, það er ákveðin fórn sem við erum að, bara sem leikmenn sem spila enn í atvinnumennsku, svo stórmót í hverjum janúar, HM og EM til skiptis. Þetta er alltaf mikið, það vita það allir, en við verðum sem handbolti líka aðeins að horfa í það að þetta er marketing fyrir okkur líka. Ef handbolti myndi hverfa annað ár í janúar, hvað myndi gerast? Það er mjög svona hættuleg breyting. Já, hættuleg breyting svona, það er svona þó svo að það væri eðlilegra upp á svona, keyra ekki leikmenn út á stundum tíma og það er þetta líka, þannig við erum svona fórn okkur líka fyrir liðið sko, einhvern veginn í Ísraeli saman og vonandi handboltin er að ennþá rísa og við tölum frá Þýskalandi frá sjónvarpsstjóri á Þýskalandi sem dæmi þar sem við taka fram á fótboltanum. Það er alltaf bara ótrúlegt sko. Ótrúlega tölur sko. Þannig að ég held að sé bara jákvætt að við sem aðeins stjöfnast í þessu þó svo skrokkarnir sé ekki hanga eins og við viljum kannski fram með fertugt. Ég myndi heldur ekki vilja breyta því að hafa alltaf mót í janúar sko, þetta er alveg nauðsynlegt en mér finnst stundum að menn mættu fá hvíldardag á milli leikja sko, þá sé ekki nema, þetta er svolítið galið að maður sé að spila 2 leiki á 3 dögum aftur og aftur sko. Mætti kannski lengja mótina sem ég er bara örlítið, bara menn fái þannig allavega 1 hvíldardag sko, hitt er bara niðurbrót á líkamann sko. Algjörlega, gott dæmi sem núna, nú erum móti í 3 löndum sem ákveðið flækistu líka, ferðalög. Seinna tímabúti verið ferðalög, en aftur á móti er þetta að expanda meiri fleiri lönd í handboltanum, að taka fleira þjóðir sem að geta tilengja sér mótið og byggjum á að það sko, en það er svolítið svona djögultegn boltinum hvað þau verðar álag og svo versus marketingi á handboltanum sko. Það er alltaf kostur og gallar við einhverja breytingar sko, eins og það er sko. Og það er líka ekki eins og handboltin hafi verið að gera fáar breytingar, það er alltaf verið eitthvað svona að breyta þessu. Alltaf verið að prófa, sjá bara deildina sjálfa líka, rauninni. Skoða bara stærstu deildir í heimi, það verður það annað fyrirkomulag á hverjum stað. Sumst er úrslitakeppni, sumst er deildarfyrirkomulag, sumst er að fara að velja aðstæðinga í úrslitakeppni. Þannig að það er alltaf einhverja breytingar og menn er svona að finna sitt og það er líka að henta bara hvaða landi sem hvernig landi er. Hérna í Íslandi hentar úrslitakeppni langt best, það kemur okkur eins og meðvindur þegar úrslitakeppni byrjar. Aftur á móti Þýskalandi mikar engasens því það er alltaf fullt og það er alltaf stemming þannig að það er best til að bara vinna sem að heilt yfir árið sko. Það fyrir líka aðlægsleika aðstæðum og þess vegna líka þjóðurnum sko. Sammála því. Þetta er náttúrulega ótrúlegt í Þýskalandi þar eru bara ásmiðar við einasta sæti, einhverjum einasta leik sko. Það er ótrúlega mikill munur á áhugunum þar og kannski bara annar staðar sko. Hvernig er þetta í Danmörku? Er allt fullt þar eða svona? Já, oftast ekki. Já, það er fullt sko. Markúmöndar eru svolítið ólíkir líka því að í Þýskalandi að ferja í Kíl, það er rosalega mikið af gömlu fólki sem bara á sína miðaldra fólk og sleppir ekki með honum sko í 20 ár sko. Það hægast ekki sko. En aftur á móti eins og í Danmörku það er meira af yngar fólki, það er alltaf mikið handbolta áhugi, þannig að en svo veltum við líka bara á sjónvarpsumfjöllunni, hún er gríðarlega góð, en aftur á móti er ekkert svona ræða allinist, það mætti bæta þar í allinist, það er þessi leikir sem er ekki sýndir í sjónvarpinu eða á netinu, er ekki innan félagana, það er eitthvað sem er mjög gott í Noregi, þannig Danin er markaðsvænn og er að selja handboltan vel.
en í rauninni ekkert í líkingu við kannski þetta loyalty sem kannski í Þýskalandi þar sem að þetta ristir djúpt og menn slepp ekki ársmiðanum bara fyrir þeir bara komin í gröfuna sko. Já, svo sem líka náttúrulega bara eins og umfjöllin í Danmörku rosalega góð sko. Já. Núna ég sjálfur bara á Íslandi og ég með aðgang að danska sjónvarpinu sko. Sem þar sem sér alla leiki sko og þar voru bara allir leikir í síðustu umferðinni bara sýndir sko og eitthvað svona skilur það bara hörku spennandi og gaman sko. Það er líka svona skemmtilegi fítustar sem eru í gangi eins og maður að sjá og prófa þetta heima líka svo við veitum bara inn á vellinum rétt fyrir leik við veitum í hálfleik og jafnvel að tala við midda leikmann á bekknum sem kannski fórhundar middur ekki út úr leiknum að tala við þá eða sjúkraþjálfarana byggist svona upp ákveð svona nánd við sportið og það er ákveðin fegur því líka þannig að það er allir að djöflast í að gera handbolta ennþá stærri. Og það er líka bara svolítið hluti að þessu eins og bara það sem við erum að gera hér sko, reyna bara að byggja áhuga og skapa svona eitthvað sko, umtala eitthvað svona sko. Gerir því sjálfur sér. En svona kannski að sjálfum þér, náttúrulega varst ekki með í síðustu hópum en núna ertu komin aftur inn í landslið, það hlýtur að vera svona líka bara kannski keppnismál fyrir þér að komast í hópinn sko. Já, bara mikið gleði sem fylgir þessu líka. Ég sé var bara ekkert að frábærum stað fyrir árið síðan og svona sérstaklega kannski fyrir 8 mánuðir síðan. Þannig ég er líka áttað með því að þegar fíbrónum fjölgar í kringu því þá er spurning ekki bara einn barn, góðið 1000 og áttað með því að ég var mín stað var bara ekki góð og ekki að spila mikið úti og ekki að spila vel og það er fullkomlega eðlilegt og mér finnst bara holdt signal fyrir landsliðsþjálfarann að sýna það að þá er bara aðrir teknir fram fyrir. Það er á engin landsæti skilið hvað sem er gert í fortíðinni eða hvað sem er bara, og það er líka fegur núna ef menn eru góðir í sínum liðum og spila vel og það yfirleitt framfylgist í landslið þannig það er kosturinn núna er að það er svo mikið að leikmenn í boði og þú getur horft á þannig fyrir einhverjum 10-20 árum síðan var þetta ekki hægt því það voru bara ákveðnir x-margir atvinnumenn og ákveðnir menn sem spila ákveðnir leveli. Það kom ekkert óvart í landsliðsvali þegar þessi gullalda kynslu okkar var, það var bara alltaf sömu leikmennir í 10 ár sko. Já, sömu leikmennir vegna þess að þeir eru að spila í bestu deildunum, þeir eru að spila mikið og svo svona ákveðið bil á milli deildana heima og nú er þetta bil að minnka, handboltan bara verða almennt jafnari og þá getur bara valið þá leikmenn sem eru bestir og bestir hverju sinni. Það er þetta bara eitthvað sem ég átta maður strax á og kannski átta mig alveg mikið á hversu slæmi staði ég var á. Þannig mín andlega vinna og svo líkamlega vinna fór bara í það að koma meira að þann gír, á þann stað að verða aftur möguleiki fyrir landslið og bara glaður og að vera mættur aftur og vonandi bara getið nátt tækifærið og gert eitthvað úr þessu en það eru mínu forsendum og ég er ekki komið að slá neitt út, ég er komið til að koma hjálpa liðinu hvort sem að hlutverki verður þá að vera 3. markmaður dett út eða 2. markmaður eða 1. markmaður, það bara kemur sér ljós. Hvernig líst þér á þessu ungu markmenn sem eru að koma upp núna? Nú er koma svolítið svona, ég er nú starfað við þetta á sér langan tíma og þetta er kannski fyrsta kynslóðir af markmenn sem eru að koma sem að fengi góða þjálfun frá þeir eru litlir sko og eru núna fyrst að koma kannski upp í þetta að geta farið út og þá er ég að tala um Ágúst Elí, Grétar, Viktor Gísla og svona þessa stráka, Andra Skýfing jafnvel og fyrir mér fyrst og fremst er þetta rosalega íþróttamenn. Þetta er mikil físík og Grétar var maður að æfa rétt á hann bara djöflast alveg eins og veit ég hvað og sérði eins og skrokkinn á Viktori hvernig holningan á honum og Ágúst Elí, þetta eru strákar sem eru bara geggjuð standi og þá er fyrst sigurinn og svo kemur annars, svo kemur reynslan, svo kemur að spila betur liðum en þeir sem eru núna með okkur í Ágústinn á leiðinni, hann er að spila síðan, hann spila daga í gær en þessi markmenn eru bara frábærir og Viktor hann er búin að vera mikið með honum síðustu daga og það er þetta markmaður sem er okkar mesta efni bara fyrir síðarheldi og ekki eins og líkingu um mig, ég var svo langt fram hans aldrei að geta eitthvað þannig að hann er frábært efni en það sem við kannski Íslendingar þurfum átt okkur líka og það er ekki nóg að vera efnilegur og það er okkar styrkleiki við höfum alltaf verið vinnudýr og þetta eru strákarnir, þeir eru tilbúin að leggja ansi mikið á sig og þá skilar það sér í gæðum í framtíðinu líka því hver sem er fyrir Þýskalands það eru til 20 markmenn sem eru jafn stórir og Viktor en þeir eru ekki jafn góðir vegna þeir kannski leggja nóg mikið á sig eða hafa ekki mentalið sem við Íslendingar höfum þannig þessi hort fyrir hann að fá þessi hlutverk sem þeir hafa fengið í sýttu leikjum frábært, hann og Ágúst og svo það er alltaf bara þolið með þessu stráka það er svo óður eðlilegt að þetta sé svolítið í bylgjum sko upp og niður skiljið hvernig þeir eru og svona sko í hvað liðum eru þetta er svo mikið reynsla menn eru oft 30 að byrja að blómstra skiljuru sem markmenn sérstaklega sko það er alveg hárrétt sko Matthías Andersson til dæmis sko hann vissi alltaf hver hann var fyrir hann
fer hérna frá Kíl og veist, hvað var einhver Rossastað og svo Flensborg, sko, þá var hann allt í norðin, þá var hann bara 30 og þá átti hann ennþá 10 góð ár eftir, sko, hvað það var, sko. Það akkurat máli, sko, þannig að þetta það þolum við líka, það meðvitaður það, en með meiri spiltíma styttir hann tíma alltaf. Það sem stemmið sem að Ágúst og Viktor fá úti. Þeir að fá mikið spiltíma hjá sínum klúbum til þess að gera mistök, til þess að vera góðir og finna sig bara, og saman með landsliði, fá spiltíma í landsliði, fá landsleiki eins og Viktor hefur verið að fá sér 2 leiki, þessi 3 leiki og svo Ágúst þar á undan. Þetta gefa mann svo mikið, þú verður bara miklu meiri landsliðsmaður með hverjum leiknum, þú líður miklu betur í hlutverkinu, skilur svona allt virkar og eins bara, þetta er alls konar sérstaklega landsliðinu, alls konar utanakomandi áreiti, alls konar truflun, þetta er mikið fenglegt, þetta er stór hlutverk og það bara að fara í treyjuna eitt og sér er upplifun, þannig þetta geggja það fyrir þá að fá svona stóttækjaverði og það er mikil efni við í þessu en það er líka leggja á sig. Já, en það er líka sko, eins og með Viktor Gísla kannski gekk ekki alveg nógu vel í byrjun tímabils, þetta náttúrulega bara skiptum umhverfi og svona en svo nokkuð stígu upp núna í síðustu leikjum fyrir G&G. Já, algjörlega, en maður þurfi líka að skoða það sem kannski sést ekki á statistíkinni að G&G er þannig lið að þeir eru ekki mikið að hugsa varnarleikinn, þeir eru sóknarlið. Það er bara keira. Já, þeir eru með hraðaflugslið, þeir eru með gríðarlega góð skotmenn og smá svona Golden State feelingur í körfuboltanum, þetta er svona bara hlaupið yfir liðin og það bitnar átt á varnarleiknum hjá þeim. Eins eru þeir með mikilvægt góða skyttur fyrir utan og kannski með ekki best varnarmennir en þeir velja það að fara þá leiðina að spila góða sóknarleik og kannski keyra yfir liðin. Það hefur bitnað á Viktori, eins missir hann markmannin sinn sem átti að koma til liðsins í byrjun tímabilsins. Hann var ekki með mikið back-up fyrst og kemur eldri markmaður inn sem að meðist líka, þannig að ábyrgðin er mikil og margar mínútur og það er rosa erfitt að vera að spila margar mínútur í liði þar sem er mikið tempo. Handboltinn í dag þarf það með 2 markmenn til þess að dreifa álæginu, þannig að hann lendi bara í því en vill að sjálfur gera betur á þetta tímabili en svo síðustu 3 leikir sem ég sé hjá hann þeir voru bara galnir, sérstaklega leikur Álaborg móti bestalið deildarinnar, það er stígur hann upp á frábæran leik þannig á kannski fullkomnum tímamóti þar sem síðustu 3 leikirnir fyrir stórmót þannig sýnist að vera klári í þetta. Já, bara eiginlega eins og ræddum áðan sko, það bara margir sem að spila mjög vel og bara mæta mikið sjálfstöðst inn í verkefnið með landsliðinu sko. Svo tökum við náttúrulega dæmi aðra unga leikmenn, Haukur Þrastarsson. Hann var bara stórkostlegur sko og búinn að spila frábærlega hérna í deildinni, hann er bara aðalgæðinn í Selfoss og þannig að það er bara spennandi tímar framöndan. Já, algjörlega og eins og bara með Hauk, þetta gefur öllum aukið sjálfströst og við komum inn í lið og það er ansi mikið að bjáta átöfum tapir þessu sjálfströst sem við bara byggjum kannski í halvt ár þannig við erum og svo er liðið þess eðlisa, mennir að peppa hvort annan líka að gera vel. Svo að sjálfum þér kannski, sko núna alltaf var gefið út og var að hætta í Danmörku eða var að flytja heim og bara síðasta hálfa árið hlýtur að vilja klára þetta á góðu nótunum hjá Skjern. Algjörlega og það er drauminn því að klúbburinn hefur stutt rosa í baki á mér í gegnum mitt ferli og en auðvitað langar mig að klára í rauninni þetta tímabil á góðu nótunum og held að skila góðu titli. Já, og framhaldið, eitthvað ákveð? Já, það er svona eitthvað að skýrast og Erum við ekki bara með eitthvað bombu frétt, Björgvin, í þeim efnum? Ég er að vona það. Það er eitthvað sem pókarna sem að... Ég fekk hvíslaði með lítill fugl að þú værir að jafnvel að koma í Hauka bara næsta sumar. Er eitthvað til í því? Já, það er bara hér með staðfest og gaman að kynna það gaman að kynna það kannski sem þætti. Þetta er flott randakátturinn og skilið þetta er fréttir fyrstir. Þetta er auðvitað stuttarna treyja stuttarna treyja bara eitthvað sem við kunnum vel við okkur í. Ég var skikk alltaf að fara í þetta þannig ég verð að standa við það. Þið heyri ekki í mér smátt. Nei, allt í góðu. Þannig að ég fæ á næsta tímabili að öskra Númer 1, Björgvin Páll Gústafsson. Þvílík veisla maður. Þvílíkur heiður. Alveg gaman sko. Þetta er líka eiginlega gaman bara fyrir okkur að ná að vera fyrstir hérna til þess að setja þetta í loftið sko. Þannig að það er nú eiginlega bara geggjað. Þetta er þægileg. Já, eða ekki. Kann vel við hana. Eða ekki. Þetta er Puma bara eins og þú varst að spila í núna. Já, í Skjern. Í Skjern. Þau eru grænir í Skjern. Haukarnir eru mjög danskir svona í anda. Þetta er rosa danalegt. Þetta er bara vel peppaði sko. Þetta er að tekið spjall í Þorgeir og þá verður ekki að flækjast fyrir mig held ég. Það er hérna er allt sem ég þarf, hérna er aðstæðan sem ég þarf, hérna er umhverfið sem allir vilja spila í. Þannig að þetta var ansi þægileg ákvörðun að taka og ég ætlaði nú að leyfa þess að lifa
í ykkur tíma. Ég ætlaði svona að taka lengri tími að skoða þetta, en svo einhvern veginn þegar hérna tala við hitt Þorgeir og spjalla hans við hann, þá svona þetta nokkuð auðvelt val því að ég þekki umhverfið vel, ég veit að hvað ég geng og hérna bara stoltur líka því að þau vil fá mig aftur. Það sýnir ákveðið að sambandið hafi verið gott. Við Hauka fólki allt saman og spenntir að takast á við og ég held að mínu verki á Haukum hafa bara ekkert verið lokið. Nei. Og bara líka þá skilur en líka eins og ég segi sko það var ekki nógu vel kannski enda þetta þótt að kannski tímabilið hafi verið svona bara allt í lagi en það voru náttúrulega engin titlar og eitthvað svona skilur það sem menn vilja. Já, sem klúbban líka gefist út fyrir að vilja. Já, nákvæmlega. Þetta er stór klúbbur og hérna það er þetta draumurinn að skila titlum í hús og allt það en hérna fyrst og fremst langar bara að sinna mínu jobbi hjá félaginu því þetta er frábært félag sem ég er stoltur að spila fyrir og var æðislega verið það síðast. Þannig að hérna þetta er þetta klúbbur sem ég held allir vilji verið í og það geta hérna klára þessi mál bara strax fast bara æðislegt og engin vafi í mínum huga að þetta sé rétt ákvörðun og hérna með það reynslu sem ég hafði hér áður og eins bara með það þegar ég fer út bara hérna skilningur hjá klúbbnum að ég skildi fara aftur út var mikill og hérna skildi mína ákvörðun því hún var af fjölskyldu ástæðum og svona kom mér í annað umhverfi sem ég vildi alveg börnum minni upp kannski í svona gefa ungu börnum mínum sem 29 það sama uppveldu og eldst þeirra fekk að hérna koma út í og vera með pappa hérna líka sinnibartinn það var svona einhvern veginn okkur þegur í því nú eru það orðin eldri, nú er að koma leikskólaldur og nú fyrir allt svona að komast í eðlilega rútínu þannig hérna fullur skilningur og hérna það sé líka bara sýndi hvernig klúbburinn virkar hérna, og eins hvernig við klárum þetta gerist ótrúlega hratt hérna, það er mikill vilji til þess að gera góða hluti og það gerast hratt í þessum klúbb. Það er nokkur landsleikir hérna upp í Klefa á Haukunum. Það er kempur sem þú kannast við. Já, algjörlega sko. Ég hitt á bara í gær verið tilvílun hérna þessar gömlu góðu Ásgeir og Vigni hérna það gleður mig svakalega að sjá það og hérna vera hluti af þeirra félagi hérna er þetta mikið gleðiefni og hérna þetta er þetta já, þetta er þessi Vignir, hérna bara standaður frammi og blokkaði fullt af bolti fyrir mig þannig að hérna það verið gaman að fá hans hjálpa hans að næsta ára líka. Já. Það er eitthvað eftir í honum með það. Já. Hann er alltaf búinn að spila mjög vel í vetur og bara verið flottur sko. Já, það er líka gaman að sjá orkunni sem hann er að gefa sko. Það er eitthvað svona hérna mikið gleði í þessu mikið power sem fylgir honum. Hérna, mikið lítir sko. Já. Það er Hauka hjarta sko. Já, alveg svolítið þannig sko. Skrokkurinn svona aðeins að stríða Ásgeiri meira heldur en honum. Hérna, en þetta er þetta gaman að það er kannski fá breytingar sem er á klúbbnum síðan ég var síðast, það er að koma inn eldri leikmenn hérna, saman sér landsliðinu, ég var hvað elstur síðast stórmóti og nú er ég fjórði elstur ef allt gengur óskonum en þetta er þetta, ég er ennþá yngjast bara. Já, varst ekki hvað, og verið elstur hérna þegar, nei, Nonni var eldri þegar þú varst hérna síðast. Já, það ekki, það er rétt. Já. Og svo verður það ekki eitthvað svipað. En þetta er eins og í þessari markmannsstöðu sko, þetta er kannski svo staða sem menn eru langlífastir sko, oft. Þetta er bara spurning hvernig er bakið á mjöðmyndunar og svona þessi álagspunktar sem markmenn eru ofta að glíma við sko. Algjörlega, tegund líka hvernig markmann ertu með auka kíló á þér, þú stór og mikill, það er líka telur í þessu og ég held að ég sé ágætið standið til þess að spila í 10 viðbót og í ferðingum ég er ekki að djóka með það þegar ég segi ég get spila allavega 10 viðbót. Ef hugurinn og bara áhuginn er þarna sko. Algjörlega, allt spila með sko því að sér eins og Hón Bráðos smærsti markmaður ennþá að spila og það verður dansku markmaður í fyrra í deildinni sem var 47 ára svipaða típur þannig að hérna það er markmaður að spila mjög lengi í þessum bolta hérna ef þeir halda skrokknum og haustum í lagi. Já, þú gefur ekkert eftir og lendir ekki í einhverjum meðslum eða hættir eða eitthvað svona sko. Makkarinn hans Viktor Skísla, hann er 45. Já, nákvæmlega, þannig að hérna það er allt mjög öðvöld í þessu eins og það segir, ég er að komast aldur sem að hérna Matthías Andersson aldur, þannig ég besta árun eftir sko, þannig hérna ég er ekki komið heim til þess að hætta, það er alveg klart. Nei, og svo náttúrulega líka sko skilur þú ert líka orðin það þú ferð ekki það ungur út þannig að þú ert ekki alveg komin í alla þá hringir í hvað varðar álagið í þýskudildin og annað sko, þannig að það líka hlífir kroppnum aðeins lengur. Já, ég líka verið með heppið með það að ég verið með kannski fáa markmannsþjálfara úti. Ég hef gert það verkum kannski að ég hef getað stjórna mínu álegur sem mikið og það fengi sem fyrir bergið sér, það var ég með svona markmannsþjálfara sem var að mikið með skot og með svona alls konar æfingar og svona en ég fekk svolítið að ráða sjálfur hvernig ég æfði og ég hef drekt mér svolítið í þjálfræðina sjálfur og eins hjá Skjern það ég fengið svolítið svona lausan tauminn til þess að gera svona það sem ég vil og það hefur bara hjálpt mig gríðarlega mikið að komast á þann stað sem ég vil vera á og það er alltaf óvalt fyrir unga markmann en svona í seinni tíðina það verður bara hjálpað mig gríðarlega mikið að fá svona að trausta að fólk viti að ég veit vel hvað ég þarf á þessu tímamóti og tala mikið þegar maður er með ákveðin ára bakvissið þá svona nokkurni veistu hvað er best fyrir þig en svo þetta
algjör mikil fegur í því að fá þá til dæmis eins og Tómas Svensson í landsliðinu þar sem að mæti kannski ofjarlýrin í þekkingu og í sem mörgu þau tengið markværslu þá geggjað að geta fengið íbútt frá honum þess að fleyta menn áfram þá í félagsliðin líka. Algjörlega. Það ekki. Og svo bara að lokum, það náttúrulega bara full force á EM og svona og svo bara býðir Haukar fram í sumar. Já, það er planið að komast á EM og svo klára tímabilið vel í Skjern og mæti svo bara í Haukabúningin fram í sumri. Vonandi ekki fyrir í ágúst ef það gengur vel með varandi Ólympíuleikana. Já, það er loka draumurinn í. Það hlýtur að vera smá auka bit í svona motivation hjá eldri mönnum svona liðsins að komast á Ólympíuleika. Algjörlega, það er eitthvað sem öllum dreymir en hausinn má ekki fara langt með mann, sem maður segir. Það er bara, ef allir að vera að spá í einhverjum Ólympíuleikum í sumar þegar maður mætir döðum í fyrsta leik, þá ertu döður. Þá ertu döður, það er alveg hárrétt. Þá segjum við bara takk hérlega fyrir fréttirnar og svo jólagjöf til Haukafólks. Bara gangið vel og bara velkomin aftur. Þetta var áramóta bomba. Já. Svokölluð. Næsta sænitan. DJ Andri. Já, velkomin aftur
Það var heldur betur áramóta bomba frá Jóa áðan. Já, heldur betur kallið minn. Það er strax komið á Twitter og allt farið að flæða. En við erum komið nýjan gesti í stúdíóið og það er Daniel Ingvarsson. Velkomin. Takk fyrir. Velkomin aftur, eins og þeir segja. Hvernig er að vera mættur aftur í Ásalli? Bara mjög fínt sko. Það er alltaf gaman að vera hér. Er það ekki? Já. Bara að æfa með fullu með landsliðinu, hvernig er heilsan svona eftir aðgerð? Bara fór allt fram á vonum sko. Ok. Byrja að spila tæpum cirka 5 vikum eftir á. Ok. Og það er bara hérna og bara ekkert afturkall. Eða aftur við það. Það sem maður segir, það ekkert bara gengur vel. Já, bara frábærlega sko. Ok. Það var, já, ef ekki lent í neinu ennþá allavega. Ok, það er gott. Og bara þeir æfa og bara aðeins að núna er hann Gummi að syngja saman vörðina. Það lítur að vera gaman að fá komast í hópinn aftur, landsliðs. Með þeim aftur, hitta strákana og svo. Já, það er alltaf gaman. Já. Það þekkja þessar strákar svo vel og Já. það er bara frábært. Og hérna bara spennandi tíma framöndan með landsliðinu eða ekki? EM og svona. Jú, það verður bara mjög gaman. Þú að komast í hópinn eða? Vona það. Það er bara á það. Já, það er. Bjarsinn á það ekki? Jú. Það verður stundum bara hörku mannskapur í fyrsta skipti eins og við ræddum maðan og fyrsta skipti sem eru svona bara nokkuð þéttir og vel settir mannskapur. Já, akkurat. Þetta er bara, við erum orðnir svo margir núna sem að gera tilkall í þetta. Já. Það er bara hörku samkeppni. Það er bara, líka bara spennandi upp á að reyna kannski að fara hana inn og gera eitthvað hluti. Já, akkurat. Við spilum átti hörku liðum. Já. Það verður bara gaman. Spilum mútið heimamönnum fyrst. Nánast heimamönnum, þetta er hann hinum einu brúna. Já, innan svega. Danir í Malmö, það er bara eins og heimavöldur sko. Já, í rauninni sko. Ég hef farið á einn danskan landslík hana og það var bara þeir voru á heimavöldi sko. Já. Þetta er alltaf 50-50 leiki við Dani einhvern veginn. Man líður alltaf þannig sama hvernig staðan er á þessu. Oft hérna gengið vel með það. Já, það er bara, móti heldur það fram. Já. Talandu Dani, þú náttúrulega fórst fara á okkur hérna í sumar og til Danmörku, bara hvernig hafa svona fyrstu mánuðinir í Danaveldi verið? Bara mjög skemmtilega sko. Já. Það er bara búin að spila helling og læra helling. Það er bara búið að skemmtilegt sko. Hvernig er danskan? Hún er skilan ágætlega en ekki alveg fann að tala fullt. Við gætum tekið þetta á dönsku en ég held að Jói, hann vill frekar spænskuna. Já, ég er vonlaus í dönskunni sko. Ég misti úr ómarga tíma hann árið. En það er bara, skilur við líka, náttúrulega bara skref upp á við á ferlinum og bara meira æfingálag og bara sterkari lið og stærri og sterkari leikmenn að spila móti og svo. Já, akkurat. Það er bara svona, tók eftir bara þegar maður fer til dæmis einn og einn á mann þá fer ekkert auðvitað í gegn sko. Sama hver það er alltaf erfitt. Og hlutverki í liðinu bara alltaf svona stækka, náttúrulega lendir í þessum meiðslum hérna en svona séu bara strax komin inn í hjartavarnarnar aftur eftir meiðslinu og svona. Já, við seldum aðalvarnarmanninn okkar. Já, náttúrulega þá þegar þú varst meiðstur, já. Þannig að ég þarf núna aðeins að vera meira. Já, þú varst náttúrulega aðalinn bara í sókninni, hann sá ég fyrst. Já. Fyrsta skipti sem ég sá Danna verið í sko sókn-vörd-skiptingu, ekki vörd-sókn sko. Það er nýtt. Já, það var alveg áhugavert. Það var ekki bara ánægilegt það? Jú, það var fín tilbreyting. Líka í ljósi þess að hann valinn sem varnarmaður í landsliðið að vera svo skipt í sókn-vörd sko, í félagsliðinu. Það er svona mjög spes. Fínt að geta verið fjölhæfur. Já, það er bara, skilur við. Það er hluta þessu. Ekki bara, ykkur gengur vel, hvað 3. sæti og svona? Jú, 3. sæti og bara búið að vera mikill stígandi í þessu. Alltaf stór og flottur klúbbur sem leggur mikið í þetta. Já, akkurat. Ég þekki aðeins til hana, þeir spila heimaleikina sína bara hliðina þar sem ég átti heima í Esbjerg sko, þannig að það er svona fylgst aðeins með þessu, en þetta er bara hörkulið og svo, leggja mikið í þetta. Já, þeir gera það sko. Svo náttúrulega hjálpa líka kannski til eins og fyrir þig, fyrsta ári í atvinnumennsku að vera með Íslendinga með þér. Já, þeir eru búin að hjálpa mig greiðlega mikið sko. Já. Alltaf bjóða mann í mat og alltaf eitthvað hann að leika með krökkunum og já. Svona sérlega líka þar sem þú ert einn manna og svona, þannig að það stytti stundina kannski. Já, algjörlega sko. En það er bara, er ekki bara sáttur við valið og bara spennandi tímar sko. Jú, bara mjög sáttur. Bara
Já, bara virkilega gaman og já, Þú með langa samninga nú þetta eða? 2+1 held ég. Já. Þetta líka samt alveg lið sem eins og segjum að senda svo leikmenn sko þegar þeir standa sér vel þarna þá fara í stærri lið sko eins og strákurinn sem var í visti skiptinu hann sem var hetjan hann í liðinu þegar seldu hann til Fuse Berlin bara fyrir metfé sko fyrir danskan leikmann og svo núna var Flensburg að taka aðal varnarmanninn það reyndar alltaf tilbaka sko þannig en þetta samt þeir að fara í stór lið hann sko þannig að þetta getur verið gluggi ef menn standa sér vel stökkpallur eins og við kallum það Þannig að stalstu setningurum minni, ég ætla að segja það sama það hljópa gáfaður En svona ef við förum kannski aðeins í bara fyrri hluta ársins kannski út af það sem við erum svona í áramóta þátt bara þetta kannski súr endir kannski á tímabilinu með Haukunum Já, mér fannst það allavega Ég var svo vonast eftir að myndi ná þessum Íslandsmeistaratitilli en já, það var bara leiðilegt Já, mér fannst einhvern veginn svona, við vorum búin að ræða þetta áður mér fannst einhvern veginn svona munurinn á liðunum vera þeir voru náttúrulega bara kannski yngri og ferskir aðeins en líka bara undanúrslita serían Já, bara hvernig úrslitakeppnin spilast sko. Selfoss fær ekki einn auka leik sko. Þeir vinna hnífjafna leiki þarna, taka íringan í tveim mjög erfiðu leikjum, þurfa ekki oddaleik þar og hvað, Valsarnir tóku þá 3-0 var það ekki? Sandi í öfnum leikjum, það hefði alveg geta farið í mun fleiri leiki meðan við fáum tókum alla leiki sem voru í boði Það var líka bara Það hjálpaði okkur ekki Það okkar að kenna líka bara Já, ég bara eins og við völdum bara sko bardagi ársins, það var bara eiginlega þessi undanúrslita sería sko þess að við kannski sjáum klippur úr því seinna sko sem búið að klippa en það var bara, þetta var einhvern veginn bara miklu meira heldur en handbolti og það var bara allt í kringum þetta okkur neins svona Fjölmiðla fára eitthvað og læti Mikið yfirlýsingar Það var svona yfirlýsingar Twitter logaði, Friðrik Já, menn voru eitthvað pirraðir út af vallaþunnum það var einhverju kortið á því en ég kannast ekki til það Svo förum við eiginlega inn í Selfossrimuna, það bara fyrsta leik, þá erum við bara ennþá einhvern veginn í svona smá spennu falli eftir úrslita leikinn sko. Eða hann var 8 leikinn. Man einhvern, það var bara eins og við varum að spila einhvern æfingarleik sko. Það var svo mikið spennufall sko. Það var svo að vera engin klári í svona þennan fighting og það var, menn voru búin að spila svo reiðir síðustu leikina sko og svo mætur einhvern veginn í fyrsta leik með Selfoss allir svona flatir sko. Sá leikur sem setur mest í mér í Selfossrimunni leikur númer 3 hérna Ásvöllum. Þar fórum við með þetta. Vorum með unnin leik sko. Sigur þar hefði við allavega átt þá 8 leikinn þó hefur við allir þreyttir og eitthvað, þú gefur allt í 8 leiki og Við náttúrulega komum tilbaka í leik 2 þar sem Danni setur bara mark ársins bara við völdum að mark ársins við getum kannski fengið að sjá það hendi bara í loftið tæknimaðurinn er með það hjá okkur sko Komstu þessu vel inn Sjáum það var ekkert annað en að hugsa en að bara skjóta eða ekki Nei, það var svo lítið eftir og ég veit alveg hvernig ég fekk boltan og svo Allir í einhverja ára svona bara alveg niður í hotn með Elvar Örn Jónsson gefsanlega í andlitinu Já, líka bara á sko 12 metrum eða eitthvað sko Hersveitin alveg snældu vitlu svona á hliðalínunni Já, þetta var skemmtilegt mark Já, þetta var svona Þetta stendur upp úr Já, þetta var svona eiginlega stendur upp úr þessu skilju af því að við náum að koma tilbaka hann í leik 2 þá eiginlega sko er eiginlega synd hvernig við náum að glubra þessu niður í leik 3 einhvern sko Já, það sem ég skemmtilegt við þetta mark menn voru rosalega ósátti hvað Orri var ekki komin út fyrir pútalínu það var alltaf leikst niður í hotni það hafði engin áhrif á marki en alltaf hægt að kvart yfir einhverju sko. Já, það er alltaf hægt að finna eitthvað sko en það, þetta er náttúrulega bara ná að hitta hann með bara eitt besta varnarmann deildarinnar sko fyrir utan Danna kannski í andlitinu og bara upp í Samúel sko það er bara skemmtilegt Þetta er ekki flókið en það leiðilegt að þetta hafi ekki skilað neinu sko Nei, svo var það akkurat Svo náttúrulega eru einhvern veginn bara bensínlausir hann eftir að við glöpum þessu niður á síðustu 5 í leik 3 það eru bara einhvern veginn bensínlausir bara í síðasta leik Talandi sérstaklega sjálf á mig, ég bara fann það strax bara í hálfleik í síðasta leiknum þá var ég bara alveg búinn sko Já Þá tók þetta líka svona ekstra mikið á eftir leik maður bara, þú gast ekki gert neitt meira Þú var líka bara búinn andla einhvern veginn sko, bara á því sko og það er bara svona bara fór það og það bara þá bara náum við í
í þann stóra þegar þú kemur tilbaka aftur eftir langan og farsalan feril, er það ekki? Já, vonandi. Við ætlum ekki vera með einhverjar bombur hérna varandi þennan leikmann. Nei, ég er ekki með neina fleiri bombur í dag. Það er ekki alltaf hægt að vera í bombunum. Nei, svona öllu gríns lefti þá bara, ekki bara spennandi ár framöndan svo, hjá þér sjálfum. Mjög svo, bara klára þetta sísón, Já. vonandi með stæl. Já. Og svo bara annað sísón í Danmörku, Já. það er spennandi. Bara spennandi. Og ég hef náttúrulega á Ólympíuár, það væri gaman að ná að einhvern veginn að hrufla sér þar inn. Já, það væri náttúrulega snilld, sko. Gömlu menninni kannski svona vita, kannski geta dreift í ykkur hina, hvernig er að vera á Ólympíuleikum, sko. Já. Það er kannski, þeir eru kannski að segja sögunar inn í klefa. Já, það er bara, þeir munu örugglega koma með eitthvað. Já, eða ekki. En þetta er náttúrulega bara hörkuleikir hana strax á EM og bara eitt leikur í einu, einhvern veginn svona. Alveg klálega, sko. Voruð þið með eitthvað fleira strákar? Nei, ég sjálfum sér ekki, þetta er nú bara... Ég er bara gaman að fá þig. Afsakið þú þurftir að bíða, en það er bara alltaf gaman að fá góða menn í heimsókn. Við kannski fáum einhverja klippur hérna á milli gesta. Geggjað.
Já, þá Danni farinn og við erum komið nýjan gest, það Stefán Rapp. Velkomin. Já, takk fyrir það. Takk fyrir að fá mig. Ekki máli bara. Þetta bara drekklaðið af stjörnum hérna hjá okkur. Já, þetta stjörnum prýtt í dag. Það bara æðislegt sko. Gaman að sjá þess að gömlu haukastrákar koma og kíkja við. Gömlu? Við erum alltaf haukastrákar. Þetta ju hauka TV sko. Já. Bara gaman að fá þig. Já, takk fyrir það. Núna kannski hérna fyrst öllu, náttúrulega lítið kannski spilað eftir sumarið. Hver staðan? Hún búin að vera alveg ömurleg en hún alltaf að vera betri og ég fekk svona yfirspennu á hnéð. Svo fylgdi eftir því að ég byrjaði að sitja of mikið álag á hægrið þannig að ég lenti í veseni með akkilsinn og þetta bara búið að vera mjög þrálátt og leiðilegt en ég að sjá fyrir endan á þessu núna vonandi. Þú ætlar að vera klár eftir landsliðshlé? Já, það prógrammið og byrja að hlaupa núna fljótlega þannig að þetta alltaf réttir leið. Það bara líka kannski sko líka ákvörðat að byrja núna, skiljuð, núna að fara að koma í lokin á Champions League og svona hjá þínu félagi, þannig að hlýtur að vera svona bara kannski rúsan í pilsunumdanum að fá að ná að taka þátt í því. Já, þetta búið að vera hrikalega leiðilegt og það aldrei skemmtilegt að horfa á liðið sitt spila og þurfa að sitja upp í stúku og það bara ég komið alveg nóðaði þannig við erum bara búin að ákveða að þetta sé búið núna sem betur fyrir. En það búið að ganga rosalega vel þannig að ég bara glaður. En þú náttúrulega eins og kannski ekki margir sem hafa fengið fréttir, þá Stebbi hann að spila í Ungverjalandi í Pick-Szeged sem eiginlega bara eitt af topp 5-4 bara liðum í heiminum sko, alltaf bara svona þetta alltaf út í áttalega-úrslitum eða eitthvað svona alltaf næstu í einhvern veginn í þessi ár sem þú búin að vera? Já, í fyrra vorum við bara kjánar í rauninni sko, við fórum hann til Vardar og við fleiðum þessu frá okkur hann bara á 10 mínútum, skelfilegum kafla og duttum þá út í áttalega en það alltaf markmið og við ætlum í Final Four þetta árið þannig að... Já, þú svo voru eiginlega komnir með þetta aftur, voru nánast bara í hálfleik hérna. Já, svo var bara tankurinn búinn einhvern veginn. Já, tankurinn búinn og náðum ekki klára það heldur þannig að þá duttum við út en eins og ég segi þá bara markmiðið núna að komast alla leið og við ætlum í Final Four, það bara skýr markmið á klúbbnum að við viljum fara þangað. Hlýtur að vera gaman að spila í svona liði sem bara að keppa við það allra bestu. Já, það rosalega gaman og þetta alltaf svakalega leikir í þessum Champions League. Það náttúrulega öll liðin frábær og við erum búin að spila alveg hörku leiki og höllin mjög skemmtileg og áhorfendurnir gefa allt í þetta þannig að þetta skemmtilegustu leikin og í þessu viltu vera. Það kannski aðeins viðbrigði að spila hérna á Íslandi og fara svo í Ungverjaland að spila West Brom Pick-Szeged sko. Já, ég hef aldrei upplifað aðra en stemming og í þessum leikjum því bara verðið að koma í heimsókn og pröfa að fíla þetta. Þetta bara svona allt annað fólkið, þau koma og þau ætla bara gjörsamlega að drepa sig upp í stúku, þau eru gjörsamlega vitlaus þannig að allt skilið eftir. Það allt skilið eftir og þetta ótrúlega skemmtilegt og þú upplifir þetta ekkert í Þýskalandi eða Danmörku eða eitthvað svona, þau eru bara á öðru levelina, þau gefa bara allt og þau eru bara svona rugluð ef ég að reyna svona einhvern veginn að koma þessu fyrir skilur, þau eru bara ótrúlega og þetta náttúrulega frábært fyrir liðu og heimavöllurinn okkar gefur okkur ótrúlega mikið bara í stemmingu og bara pressa á hinn liðin, það bara svakalega lætið hann og mjög skemmtilegt að spila. Hvað lið eru þarna í Ungverjalandi? Þetta eru þið og þetta eru West Brom, hvað 1-2 viðbútt sem eru svona góðu leveli? Tata Banja líka, þeir eru að spila í hann í AF og þeir eru með hörkulið. Það voru þeir ekki að bæti í og fengu hana örfenda frá ykkur? Fengu örfenda frá okkur og fengu Anna Markmann sem var í Plotsk í fyrra. Adam heitir hann sem var í West Brom 3 markmaður fyrir 2 árum og þeir eru bara með hörkulið, þeir eru bara með góða 2 í hverju einustu stöðu þannig að þeir eru frábæri líka og eins og þegar við erum að spila við á þetta eru bara hörkuleikir og við getum tapað á móti þeim og þeir geta unnið okkur og öfugt og bara þetta rosalega skemmtilega leikir sko. Og þetta samt svona kannski öðruvísi að fara inn í þessa deild því að þú veist að þetta West Brom sem eru leikirnir sem allir horfa í einhvern veginn. Já, og vita svo sem í rauninni ef allt gengur rétt og það engin vitleysa á leiðinu þá þetta bara úrslita leikir svo 2 á móti West Brom sko, einn heim og einn úti fyrir eftir hver verður undan þegar deildin búinn sko, þannig að það
það búið að vera þannig öll þessi ár og líka í bikarnum í rauninni sko, það var svona Final Four helgar en við erum búin að spila alltaf á móti Vestbrem og þetta er 3. tímabilið mitt annað, þannig að alltaf bara hörkuleikir. Alltaf hörkuleikir og bara, já, þú veist, eitt mark úti, eitt mark heima, þetta er bara svona upp og niður sko. Hvernig er það innbyrðis þarna eða er þetta markatala? Hvernig er það? Þetta er markatala sem sagt í deildinu og svo er bara þeir sem eru ofar, þeir byrja út og heima sko. Þannig að, hvað, þið töpuðu fyrir leiknum fyrir Vestbrem? Já, við töpuðum með 1 í Vestbrem núna fyrir hvað? Mánuði eða já, 2-3 vikum. 3 vikum, já. Eitthvað svolítið, þannig að við verðum að vinna með 2 heima og þá sem er bara góðu sen sko, þannig að þá voru... Hvenær er sá leikur? Sá leikur er ég bara ekki alveg með það. Ég sendi þér eftir. Það er eitthvað sem við alveg fylgjast með sko, að reyna að sjá hann. Já, endilega. Maður getur alltaf að sé þetta. Ég hef verið að ná þessum leikjum sko, þannig að það er bara hörku stemming. Maður sér líka bara allir hann að brjálaðir í stúkunni og eitthvað svona. Þetta er einhvern veginn bara svona allt öðru sér stemming. Þetta er, og líka bara áður en ég fór þangað, spilaði mér Löfven hana 3 og þetta var svona, þú veist, þú komst út úr höllinu og varst bara með hellu í eyrunum og þetta er svona eitthvað sem þú upplifir ekki annars þar. Það er bara alveg brjálu stemmingana. Þeir eru bara, já, bara brjálaðir eins og ég sagði á hann. Svo sá ég að það er eitthvað planað að stækka? Já, svo var tekin fyrsta skóflustungan að nýri höll núna fyrir svona 1,5 mánuði, þannig að hún á að vera tilbúin bara á næsta ári. Já. Og hún verður hrikalega flott. Þetta er svona svipað og höllin í Vardar, svona einhvern veginn þannig konsept, en þú veist, hún þá að vera ein lítil fyrir deildin og ein stór fyrir stærri leikina, þannig að og svo á að vera sundlaug og þetta á að vera svona stórt konsept inn í þessu og rosalega flott. Ég er búinn að skoða teikningarnar og svona, þannig að það er glæsilegt. Það er líka bara gaman að vera að hluta að þessu, við erum bara hörku leikmenn sem átt að spila með hana sko. Já, bara við erum með frábæra menn í hverri stöðu og 2 í öllum stöðum og sumstaðar 3, þannig að það er bara rosalega gaman og mikil samkeppni og eins og þú segir, þetta er bara hörkulið. Og það er líka eiginlega kannski svona hefur einkennist þinn bara atvinnumannaferil, þetta eru allt bara topplið og topp leikmenn sem þú ert að spila og æfa með sko. Já, og þegar þú ert í svona toppliðum þá eru bara 2 góðir í öllum stöðum og þá er bara samkeppni, það er bara svoleiðis, þú ferð ekkert í einhvern klúbb sem er topp 8 í heiminum og það er bara einn sem er frábær og hann, þú veist, það er bara ekki þannig. Það er alltaf 2 góður á öllum stöðum. Það er bara, ég styrki líka bara, sko, gaman að þessu, sko, þarna vilja menn spila. Jú, það er bara þess að næstu í þessu til að spila þessa stóru leiki og hérna, þetta er bara, það er ekkert skemmtilegra. Það er núna, sko, núna ferður svolítið óvænt út hérna, hvað, 2012 og hefur náð samt að vera bara í hörku liðum, þetta hlýtur að, hvernig horfir á þetta svona hinga til? Bara frábært, ég er náttúrulega búinn að spila í frábærum klúbbum með svakalega umgjörð og búinn að upplifa margt og vinna mikið af titlum og bara fyrir mig er þessi 8 ár búinn að vera bara mjög skemmtileg, þannig að og ég sé ekki eftir neinu, ég er bara búinn að kynnast mjög mikið af skemmtilegum strákum og fólki á leiðinni og spila frábæran handbolta og hörku leiki og marga eftirminnilega og marga hundleiðilega, þannig að það er bara, þetta er búið að vera hrikalega skemmtilegt. Eina sem átt eftir, það er þetta Final Four í Champions League. Búinn að ná þessu í EHF? Búinn að ná þessu í EHF, búinn að vinna þýsku, dönsku, ungversku og íslensku, þannig að ég er bara eftir að fara til Kölnar og reyna að gera eitthvað rósir þar og leið og er komið þangað, þá er eiga öll liðin séns, þannig að við bara, það er markmiði núna, það var markmiði fyrir og hitti fyrir líka, en það er bara svo það er bara erfitt, skilur, það er 8 frábær lið hann í síðustu 8 liða úrslitunum, þannig að þú veist, það er bara þetta er bara Hvað ertu búinn að vera þarna, 3 ár? Já, þetta er 3. tímabilið nú. Og varstu búinn að semja aftur þarna, hvernig var þetta? Já, sem það þetta og 1 í viðbort. Þannig ég samdi aftur hvað, ég gerði 2 ára samning og svo samdi ég aftur í 2 ár. Líður vel þarna? Já, okkur líður voða vel og ég á strák núna sem byrjar á leikskóla þarna og svona, þannig að þetta er öðruvísi en þetta er mjög skemmtilegt. Tungumálið? Þægilegt. Tungumálið er mjög þægilegt. Ég held að þetta sé erfiðasta tungumálið í heiminum. Já. Ég las þess að það verið flestur eitthvað fallbæðingar og flest, þetta er bara málfræðilega alveg svakalegt. Málfræðilega er þetta svona, þetta er eiginlega bara fáránlegt, þegar það er ekki tungumál sem er líkt þessu. Þetta er bara eins og, finnska, þetta er aðeins líkt finnsku og þú veist, til dæmis bara, hvað segirðu, hoid void.
Já, ég vissi það nú. Jó, Gössanam. Takk fyrir. Hvað viltu vita meira? Þetta svona basic, ég hef búin að punkta þetta hjá mér. Þú getur skellt til Ungverjalandi. Þetta er svo geggjað samt að læra svona tungumál, sko. Ég meina, þetta er alltaf eitthvað sem að... Þetta er allt öðruvísi. Já, ég meina, þetta er bara svo háskólanám að fá svona tungumál, sko. Já, núna ég komin í frábæri dönsku eppi. Svo ég geggjaður í þýrsku og ungversku núna. Ég er farin að bulla hann alveg eins og vindinn, þannig að... Ég skal kenna þér spænsku og þá ertu bara langleiðina. Það voru góðir. Hann á nú nokkur ár eftir, hann getur nú alveg tekið spænsku lengur. Taka Barcelona hérna 2-3 ár. Það var vondið. Það var svona draumur. Lokað því. Með Aroni vinninum. Já, hann verður auðvitað því. En þetta er auðvitað bara spennandi. Það er nú valla verið hvað tímabil sem þú hefur ekki unnið titil sem atvinnumaður. Nei. Það bara... Nei. Er það ekki? Það er bara búið að ganga helviti vel. Styrku staðreind í beinni útsendingu. Það er búið að ganga mjög vel og enda bara, þú veist, er ég búinn að vera heppinn að vera í mjög góðum liðum og hérna og já, það er bara frábært. Ég var í besta klúbb á Íslandi og svo fer ég út og er í góðum klúbbum þar líka. Heppinn í bland við. Ég lærði þetta allt hérna. Fallega Haukamerkinu en læra að vinna. Það er bara svoleiðis. Já, hanna, sjáðu. Við fáum að sjá þetta, sko. Já. Þetta er góð klipping, Hanna, hægri skiptunni. Já, ég spilaði bara hægri skiptunni í þessum leik. Já, þetta er svona úrslitaleikurinn hann. Já. Hann treyst ekki Nemanja. Alveg rétt, já. Svo tímabil eftir þá ertu farin komin í hornið og ert seldur út bara eftir hálft ár í horninu. Já. Það kemur náttúrulega fyrst inn hana. Já. Já, þetta var geggjað, Ég er gaman að horfa á þetta. Já, mjög skemmtilegt að horfa á þetta. En hefurðu náð að fylgjast eitthvað með? Já. Og bara... Hauka-TV er svo gott maður. Já. Ég næði alltaf að horfa á genið það og svo bara er líka bara komið svo frábær umfjöllun handbolta á Íslandinu og getur fylgst með þessu bara allstaðar eiginlega. Komið þessi podcast, við erum alltaf bara fyrir Haukana skilur aðalega og svo ertu með aðra podcast sem eru 7 metrar og annað sko. Þannig að það verður þá er auðvelt að fylgjast með. Já, ég veit það. Það er og bara gaman að fylgjast með líka og umgjörðin finnst mér deildin er bara mjög flott núna og frábæri leikmenn og Bjöggi komað tilbaka og hver er treyjan mín? Herðu, við erum með hérna eina bombi viðbót. Nei, ég ætla að vona til vegna að það verði ekki alveg strax. Nei, það verður ekki alveg strax en svo bomba kemur einn daginn. Það er ekkit annað lið heldur en Haukar. Nei. Þá get ég staðfest það hér. Já, ég er löngu búinn að staðfesta það sko. Já, ég vissi að því. Ég tek ekki íþróttatöskuna minni inn í eitthvað annað félag á Íslandi, það er alveg klárt. Gott að heyra. En sé svona, hvað bara ætlar ég að vera áfram í þessu, það ekki? Svona ári eftir þarna og svo bara... Já, bara þetta og 1 ári viðbót og svo bara, þú veist, tökum við stöðuna hvernig mál standa þá og þá verður bara næsta skrif hvert sem það verður, hvort ég verður áfram þarna eða fara eitthvað annað. Ég ætla bara, þetta er svo langur tíma eftir þannig að við sjáum bara til. Samt er nú handboltinn ósköp skrýtin íþrótt að menn eru farnir að semja hérna mörg ár fram í tíman. Já, þetta er bara fyrst mér svona seinustu 2 árum er þetta farið að vera miklu betra. Það var alltaf miklu styttri samningar, núna erum við farin að sjá 4-5 ár bara skeið miklu oftar eins og eru í fótboltanum kannski aðeins meira og þá kannski breytist þetta og leikmenn geta að fara að græða á leikmennum með að selja það og svoleiðis. Það hefur aldrei verið, það er alltaf allir útrunnir á samning og liðin fá bara leikmenn frítt. Mér finnst þetta jákvæð þróun upp á að reyna bara að efla handboltan og koma honum upp á annan level og kannski peningarlega sér er þetta gott og jákvæð sko. Það er líka sér, ég held að sé oftast hjá Haukum þá var allan að reynda að passa sig á því að vera með leikmenn á samning þegar það er að fara út skilur. Mér finnst það bara engin spurning. Þetta er, þú veist, klúbbarnir eru búin að alveg frábæra leikmenn og búin að leggja allt í það peningarlega og tímalega síðan og svona. Mér finnst sorglegt þegar að félagin fá ekki neitt pening fyrir unga og frábæra leikmenn sem eru til að því að þú veist, og leggja mikla vinnu í það leggja mikla vinnu og annars staðar í heiminum er líka, þú veist, það er þessi þróun en það er einhvern veginn alltaf á Íslandi. Við búum til frábæra íslenska leikmenn en það er einhvern veginn við verðum bara að fara að setja þann standard sjálfur held ég að reyna passa þetta og koma þessi þannig á sko. Síðast dæmi kannski Gísli Þorgeir, var hann ekki fritt frá FH sko. Þú veist, í Kíl sko sem að í Kíl bara sem er bara einn besti klúbbur í heimi og fyrir okkur kannski þessir, þú veist, einhverjar 1000 eurur er ekki mikið fyrir þá sko, þannig að
fyrir okkur er þetta bara fullt af peningum sem við getum notað í að búa til annan sem kannski geggjaður líka sko. Þannig að mér finnst þetta jákvæð þróun að samningarnir við sem að fara að sjá lengri samninga í staðinn fyrir 1-2 ár alltaf sko. Þannig að, og þetta veitir líka, þetta er jákvætt á markavegur upp á öryggi og annað líka sko. Tókst ekki Selfoss að selja Hauk? Jú, hann á með áræstir, hann er að selja. Það tók svolítið tíma, víst. Já, en á endanum klárast þetta alltaf held ég og liðið ætlar að fá leikmanninn og langar að fá hann og þá er þetta svo lítill peningur sem við erum að tala sko. Og eins og hann, þú veist, þetta er efnilegasti leikmaður í heiminum jafnvel í dag sko. Hann getur allt, þú veist, það er ekkert sem hann getur ekki sko, þannig að þú veist, hann getur gefið bolt, hann getur skotið og hann getur fyndað og hann er með geggjaða auga, hann spila vörn, hann getur allt og svona stóri klúbbar þeir sjá þá og vilja náttúrulega fá hann og endanum er engin fyrirstæð fyrir svona klúbba eins og Kjöltsi að borga eitthvað eins fyrir hann til að fá hann en auðvitað er þetta alltaf smá samningar og annað sko, þannig að ég held að þetta er bara mjög ákvæmt. Það er líka sko, bara þetta er einhvern veginn líka það sem þessi félög hér á Íslandi sko, skilur, þetta er eiginlega þeirra lifibrauð sko. Þeir þurfa þessa peninga til þess að geta bara, eins og segir, framleitt næsta leikmann og næsta sko. Já, við sjáum það bara, það er ekkit auðvelt að reka íþróttafélag á Íslandi og þetta hjálpar allt til, það er bara þannig. En hérna, ef við snúum aðeins að þér, núna, eins og segir, núna snýst þetta bara að koma sér aftur á völlinn og svona. En eins og núna EM í landsliði að byrja, bara kannski þú ert náttúrulega ekki þar en... Nei, ég mun bara horfa á þetta í sjónvarpinu og poppa og... Er ekki þetta bara spennandi hlutir? Jú, við erum með frábært lið og gaman að sjá að Alexis er komin aftur. Náttúrulega frábær leikmaður, bara vörn og sókn og ennþá betri manneski, þannig að það verður bara frábært að sjá hann koma hana gamlan og flottan og sprækan og hjálpa og hann aftur að dreifa svakalega reynsla á yngri leikmenn og hjálpa þeim og liðið bara allt eins og því ég ræddi á hann hérna ég var að hlusta á okkur þegar þeir voru að tala um Bjögga, það er allir einhvern veginn sjóðandi heitir og þannig það er bara hrikalega skemmtilegt og þetta er bara spennandi fyrir okkur Ísland held ég að fylgjast með þeim og sjá hvað þeir gera og vonandi komast þeir upp á riðlinum og það verður erfitt verkefni en vonandi gengur það bara mjög vel og þá er bara allt galopið hana held ég. Ætlar að reynast erfitt fyrir ykkur Bjarkaðan að slá út þennan gamla mann hana? Já, hann ætlar bara að vera ennþá hana? Hann verður hann til 45 ára og... Já, en náttúrulega þegar þú ert að spila kannski í þessu sterkustu liðum þá er það kannski eðlilegt kannski. Já, hann gerir bara það sem hann vil gera og hann er bara alltaf ferskur og það er bara fínt hjá hann sko. Þannig að það er bara samkeppnisstöðunar í þetta og menn segja sko, þetta er örugglega sú staða sko í heiminum sko sem eru með hvað bestir sko, með ykkur í kannski topp 5 liðum í heiminum og svo ertu með markasta leikmannin í þýsku búndislíkunni sko. Já, við erum rosalega hefnir þannig, við værum svona Vinstra hótt og kannski miðjumannsstaðan hún er að verða alveg galin hjá okkur líka sko. Hún er að verða og líka bara eins og við erum alltaf að tala það er bara komið miklu meiri breidd í þetta og við erum bara að sjá leikmenn sem eru bara komnir inn í hópi núna sem að bara, þú veist enginn vissi af kannski og svo komaði bara og eru frábæri sko, þannig að það er Viggo. Já, ég var bara svona að tala óbeint hann, bara þú veist, bara gæði sem kemur og það er enginn svona eitthvað búinn að taka eftir hann, svo var hann bara frábær á boltan og með góða sendingar og glæslegt auga og svona og þú veist bara breiddin er að vera miklu betri fyrst mér, þannig að það er bara ótrúlega jákvætt fyrir íslenskan handbolta að við eigum svona marga og mér finnst þetta allt vera einhvern veginn, allt í kringum, allt bara klúbban og allt svona, mér finnst þetta bara, við erum bara búin að taka mörg og skref upp á svona professional hátt og svona. Já, þú sér líka steppið á næsta ári sko, þá ertu alltaf inn og komið með 2 í Kjelsey skilurðu, og svo er það 3, 4, 5 strákar að fara yfir til Þýskalands frá Danmörku í fína klúbba sko. Og það er líka allt eins og við tölum bara stutt það alla þá sem er að taka það skref frá Danmörku, þeir eru að fara allir í hörku klúbba og eru svona, þú veist bara eins og Janur skilur, hann er sjóðheitur hana núna og er að fara í bara flottan klúbb í Þýskalandi, vonandi stort hlutverk og Ómar Ingi bara vonandi hann náður sér bara á strik og ef hann nær svo strik þá verður hann flottur, við vitum öll hvað hann getur í handbolta, hann er frábær leikmaður, þannig að ég vona bara svo innilega að þeir eru eftir að plumma sér vel og ég veit þeir eftir að gera því þeir eru með sko meira en level í að spila í þessari deild, það er ekki spurning sko.
verður bara held ég svo næsta stórmóti að þannig sko, þá þetta bara spurning, þá þetta svo stór búlja sem að þjálfarinn getur valið úr skilur. Já, það bara hver í besta standinu bara rétt fyrir mót sko. Nákvæmlega, bara eins og við erum kannski að sjá svona önnur stærri sko landslið, þeir eru svolítið að velja bara þá sem eru heitast í hverju mómenti sko, og það svo mikið að leikmenn úr að velja og það bara geggjað fyrir landsliðsþjálfara Íslands að hafa svona marga, það bara ótrúlega flott. Það bara spennandi skilur framöndan að hengi. Jú, ég held að við getum hort bara jákvæða fram á við og hérna láta okkur hlakka til bara að sjá það lappinn á völlin í fyrsta leik og líka geggja núna sé svona mikið Íslendingum að fara á leikinn og þetta svo nálægt okkur, þetta ein flugvél og bara lítil lest og þá ertu mættur hann í góða stemmingu sko, þannig að Heppi ætlum að pína okkur þarna. Ég að fara Ég fer á fyrsta leikinn allavega. Það vel gert. Ég ætla að fara Hvernig maður tökum við þátt, verðum við með svona passa, fjölmiðlapassa, erum við komin það langt eða? Ég myndi segja það, miðað við setupið núna hérna hjá okkur, þá eitthvað að fara að græja það Heppi, skoða það. Á skilji ekki umslæðis ekki komið inn lúna bara. Nei, þetta bara, við erum að reyna að skapa umgjörð og svo að því hérna sem eru búið erlendis geti aðeins fylgst með og svona. Já, eins og ég segi, það bara geggjað fyrir okkur að hérna bara geta horta og fylgst með öll á netinu og eins og leikjum bara hérna ásöllum og svona, það bara frábært. Vorum við með eitthvað í lokin? Nei, bara við tökum treyjuna mína hérna eftir hvað, við ræðum það seinna. Ræðum það seinna. Já, Þorgeir búinn að lofa mér að spila í skittunni þegar ég kem heim, þannig að ég verð bara... Hægri skittunni? Ég verð í hægri skittunni bara með 40 skot í leik og þannig að taka hérna undirhandarskotni? Það bara jákvæmt, þú mátt ekki segja öll. Já, bara takk fyrir mig. Já, takk fyrir komuna. Segja það. Yes.
Já, við erum mætt aftur, við erum mætt í sprellið eins og Jói kýs að kalla þetta. Við erum komið með Haukar TV bræðuna í settið og við ætlum að svona leggja loka hönd á þessa uppgjör hérna með þessum fagmönnum. Það ekki, Herbert eða einhver? Já, ég bjóð hann á velkomna, skil. Núna hafið þið fylgst með, er ekki ánægð með þetta? Jú, ég nokkuð gott sko. Hundfúlt sem Haukamaður að Stebba ekki fengi búning þetta. Ég átt nú ekki vona að Danni var að koma heim eftir 1 ár sko, en það var hann svolítið óskikja eftir að horta á fyrri hlutan að Stebbi væri að rífa upp búningin hérna og mættur eftir áramót bara. Mætti alveg fara að koma. Stebbi er búinn að vera út í 7 ár og hann ræði hérna frammi að það er ótrúlegt að hann er búinn að vera 7 ár úti í atvinnumennsku. 7-8. 8 sagði hann. Já, 8 ár. Alltaf unnið titil, það ekki? Já, mér fannst gleyma. Þetta er engin frammistaða. Nei, mér fannst gleyma í upptalningunni sko, menn töluðum Danmörk, Þýskaland, Ungverjaland. Byrjaði náttúrulega titl á Íslandi sko. Já, hann nefndi það sjálfur, Íslandsmeistaratitli. Hann sagði Íslandsmeistaratitill, svo meistaratitil í Danmörku, Þýskalandi og Ungverjalandi. Það er náttúrulega geggjað. Og svo náttúrulega búinn að vinna EHF og svo byggarinn í þessum löndum líka. Ekki byggarinn í Þýskalandi. Ekki í Þýskalandi, nei. Hún vantar meistaradeildina, hann talaði um það. Já, þetta er fín frammistaða. Ég flott hjá þér að ég fæ bara mæk. Já, það er bara, við eigum ekki fleiri svona, það voru bara tekin 4 bara til að byrja með sko. Ég er sáttur. Þú ert góður með mækinn líka sko. Já, gott líka við sem kynntir sem bræður hérna. Af því að það er aldrei neitt að rugglast að því að Þetta er nú eiginlega að ruggla fleiri. Þið eru nú samt ofta, þið gerir það nú sjálfur svona í gríni sko. Já, auðvitað, og við verðum að gera það. Við bara svona skemmtilega sagði með það að það kom kona hérna eftir ég kom í Haukana sem að labbaði inn sem voru 2 að horfa á leik hérna uppi og sagði nú þið eru 2. Það var geggjað sko. En við erum bræður, höfum það á hreinu. En svona ef við bara bræður. Já. Ef við byrjum nú alltaf á ætlunarverkinu að gera upp árið, hvað er þið ánægðir með Haukana árið 2019? Kallana, kannski Einar? Já, kallana sérstaklega og vonum framar. Ég átti ekki, endilega var ég ekkert að horfa okkur í efsta sætum áramót. En með komu Vignis inn í þennan hóp og Ásgeirs í fyrra þá er komið eins og við rætt í öllum þáttum sem fjallum handbolta, er komið svona annað element í hópinn og komið með reynslu og leiðtoga og menn sem að nenn ekki basically eða tímanum í þetta á þess að ætla að vinna alla leiki, sko, það er bara þannig. Nei, þetta er náttúrulega menn sem er þannig reynslu og orðnir það gamlir í þessu að þeir eru ekki að koma heim til að spila bara og leika sér að þessu, þeir ætla bara að vinna þetta. Ég er sammála Einar með það, bara frábær frammistaða og eru í rauninni betri stað heldur en maður átti ekki dvona þessu neitt fyrir ekkar, þannig að ég er sammála því. Ekki byrjaði þetta á neitt flugvöldasýningu hérna fyrstu 3-4 leikirnir og með Evrópukeppni inn í því sko, það var nú ekki stórkostlegt. Evrópukeppni var náttúrulega ekki góð. Sko heimaleikurinn í Evrópukeppni er sannlega lélegasti leikur tímabilsins sko. En það var samt bara fyrsta korteri sko. Já, og það bara fór alltaf. Já, og það var munurinn, þeir voru komnir 5 mörkum yfir eftir korter og það var munurinn eftir 120 mínútur sko. Já, en skoðum það, við okkur líka í Spáni okkur spá 5. sæti og við erum að tapa fyrsta leik í síðasta leika mot áramót og allir komnir sko á grafabakkan í þreytu sko. Ég hef bara ekki séð í neinu leik, maður sá það bara þegar leikurinn byrjaði, við vorum nú að tala um þetta. Það var bara svona flatt. Já, það var ekkert að fara að gerast. Nei. Allir búinir á því. Það var bara svona skilur. Við erum búin að keyra á þunnum hóp og ná samt að deila honum vel. Og svo spurningin hefði mátt dreifa meira? Já, við hefum oft rætt það. Það eru nokkur ungandli sem vil sjá meiri spiltíma en svona er það og niðurstaðan er 1 tapleikur fyrir áramót. Áfram við slóum Val út úr byggar. Dýrasta lið Íslandssögunar. Fyrir utan kannski IBF í hittu og nota bene þegar Valur á sko rönni þá er eini tapleikurinn bara hjá þeim í 9-10 leikjum held ég. Síðan þeir töpuðu síðast fyrir okkur í deildinni. Akkurat. Já, það er svoleiðis. Já, það er svoleiðis. Það var líka ekkert smá. Með Binna og Hjört í skiptu. Já, það var þessi leikur hérna á Ásvöllum er byggarleikur, mér finnst það bara mjög góður leikur sko, þú veist. Þetta var fyrstu 10 kannski? Já, þetta var svona með betri handboltaleikjunum sem ég hef hort á núna í vetur
í heildina var liðin skiptust á forystu og mér fannst við, ég veit ekki, ég er stressaður þegar ég er að horfa og get blóta mikið og orðið svona pirraður en Nei, það mér fannst, ég hafði aldrei áhyggjur mér fannst við vera þannig að við værum að fara að vinna þennan leik. Nú setjum við hliðið að það eru nokkru leikjum í Hauka TV og þú ert nú alveg átt að til að sína skoðun þína. Ég blóta aldrei í fjölmiðlum. Nei, tekur á sér headphone-in og heyrist einhverjum svona spruðningar og það er lígi. Það er bannað að ljúga. Það besta er þegar eina bara tekur hérna og svo bara öskrar á dómarann. Ég man aldrei eftir því. Jenny talar áttu það en ég man ekki eftir því sko. En hérna ef við tölum kannski svona einstaka leiki þá við vorum eitthvað að rifja þetta upp daginn. Það er bara náttúrulega einn leikur svona árið 2019 sem stendur upp úr sko. Ef við ekki bara fá að rúlla honum hérna. Ottaleikurinn, IBF. Já. Þetta var geggjaður leikur. Þetta er náttúrulega bara stútfull höll. Já, og bara eins og úrslitaleikin urðu svo í fyrra þá höfum við ekki farið áfram en þessi situr svona uppi allt undir og við klárum hann. Dóri pínir sig að fagna saman IBF-bekkinn þarna, það er mjög leiðilegt. Og svo konfetti yfir alla IBF-leikmennina, þetta er ekki leiðilegt. Nei. Samt er eiginlega einhvern veginn saga leiksins er eiginlega sem gerist þannig daginn áður sko. Já, þegar við erum hérna að æfa hérna í hádeginu og Gretar Ari sem að meiðist aldrei og aldrei stíga bolta á æfinni, hann ákveður að stíga á bolta og gjörsamlega að rústa á sér öklanum. Og Elli sjúkraþjálfari blessunarlega er hérna bara á hliðarlínunni, hleypur inn á og bara heldur utan um öklan á hann svona bólkniki og byrjar bara teip, stífteipar hann, gefur honum einhverja töflur. Hann var búinn að hringja í Magga Sigmunds og allt bara út hérna, alla sem máttu mögulega taka þátt í leiknum sko. Nei, Gretari mætti bara daginn eftir og tók 50%. Þetta var náttúrulega geggjað innvíð, þetta við IBF. Það var náttúrulega ótrúlegt sem að náttúrulega gerist í þessu, við þekkjum náttúrulega söguna þetta innvíð, þetta var náttúrulega svakalega. Það sem gerist í Eyjum með Kára og Heimi og bara allt í kringum þetta var náttúrulega bara, ef þetta er ekki eitthvað sem maður mann eftir þá þarf maður eitthvað að skoða minnið. Ég var í þjálfarateymi Gunnar fyrir nokkrum árum og ég held að við séum búin að mæta þeim í úrslitakeppninni síðan. Alltaf. Og það er alltaf eitthvað hafari. Ég er ekki að grínast. Nei, við enda köllu, við vorum ekki kannski að velja þetta, við veldum þetta bara sem sko bardagi ásins sko, hjá okkur sko. Og þetta er orðið svona... Hérna fá að sjá bara úr... Það er bara rimma ásins sko, þetta er bara... Já, þetta var geggjurimma sko, og bara, sérðu bara áhörndur IBF voru náttúrulega frábæri líka og eru náttúrulega bara eins og þeir eru, bara geggjaðir og IBF er náttúrulega með frábært lið. Þannig að, veist, ég veit ekki, mér fannst þetta var... Danni var stórkostlegur í þessu Já, og í þessum leik... Með tengdapappa sinn á bekknum sko. Já, ég meina svo náttúrulega tengslin á milli liðana líka, ég er náttúrulega gríðarlega. Það eru margir Eyjamenn sem hafa spilað í Haukum og öfugt og þjálfari í IBF náttúrulega spilaði í Haukum og Gunni þjálfaði í IBF. Tengdasonar í Haukum. Aðalstjórnandi IBF í seinnimbylgjunni, hann er eiginlega þjálfari IBF líka. Þjálfari IBF nátengdur Heimi. Þó að sé hlutlaus. Svo ertu með Beggi hann í hínu liðinu úr með Bjössa, Hákondaða, Bjössa, skilur þetta tengingar þetta. Svo ertu með hínu megin, hefur Kári spilað með báðum liðum, Addi P og Gunnar Berg og Birkir Ívar, Erlingur. Já, það hafa verið mikil tengsl síðustu 10-15 ár á millisæðarliða. En eftir síðan á síðustu 5 ár, þá hefur þetta einhvern verið. Þegar við mættum hérna með Patta í oddaleiknum hérna og töpuðum úrslitaleiknum hérna heima, hafa þessar rimmur verið bara eldfimar. Og það er bara þegar við mætum í deild. Það er eitthvað annað í gangi en bara einhver handbolti. Já, þetta má fara að líka á sig við sko Haukar F og þetta er orðið þannig. Fimmleikafélagið, afsakið. Besta löringar einar. En það er svona það sem kannski sem hérna sem svona sker út úr er bara skilur kannski góður stuðningur og brandlegur styrkur líka kannski við fengum í þessum leikjum sko. Já. Og við höfum átt við mötsum einhvern veginn svona brjálæði hjá þeim sko. Og þetta ár hjá okkur
kannski úrslitakeppnin og svo núna fyrir áramót í ár þá erum við og unnu sangjart núna hérna stuðningsmannalið fyrir hluta þessa tímabils. Já. Búin að vera með geggjaða stráka hérna og Jón Gunnar þar í forsvari að hérna stýra þessu og búið að geggja gaman. Já, við erum eiginlega bara með sér velun hérna, hann er ákvæmt hérna hjá okkur. Við fáum Jón til að koma stuðningsmaður ársins. Ekki ársins, áratugarins. Sko. Við erum með, við klöppum hérna. Við erum með handa hér Kjöðan. Til hamingju. Klöppum nú fyrir honum. Hann er bara afhentur á 10 ára fresti þessi. Svo áttu inni líka viðurkenningarskjal. Það bara komist ekki í brandara. Það kemur síðar. Bara takk fyrir allt. Yes. Ég vissi reyndar ekki af þessu sko. Þannig að hérna... Hér gerast óvæntir hlutir í settinu í dag. Já, ég hérna... Ýmislegt sem gerist hér í þessu þætti. Eru þið með þjálfarabúning kannski? Nei. Hann er að koma hérna, Gummi er að koma hérna inn. Já, ég átt nú við mig, sko. Þú veit ekki með þetta, ég ætla að þú ætlar að aðstofa mig. Og eiginlega brandarann. Það er allir léttir. Jöfull. Hendi eitt gott heimi hérna. Já, við erum með byggarheppa líka á kantinu. Hérna, hvernig er núna heilt ef þið lítið yfir árið besti leikmaður ársins hjá Haukum? Það er gammandi. Tímabilsins á. Já, bara ársins 2019. Tökum við úrslitakeppnina í vor og allt þetta með, sko. Allt með, sko. Við erum búin að velja einn. Já, ég er bara að segja núna, vill ég heyra frá þeim hérna bræðrum. Jói náttúrulega hérna, þannig að Gretar er ábyggilega mjög ofalega á lista, en hérna Daniel Inga klálega besti leikmaður ársins sem spilaði bara hálft ár. Já. Það var náttúrulega geggjaður í úrslitakeppninni. Já, dreif okkur. Sko þegar hann dó, Adam búinn að vera frábær núna fyrir hlutan á þessu tímabili. Náttúrulega var að koma tilbaka eftir meiðslinni eftir veikindinni fyrra. Ég hérna Heimir Óli Heimisson. Það er ótrúlega góður í fyrra. Vann sín í æfingu á landsliði. Hann náttúrulega byrjar meiddur núna og er að deila með Vignir. Hann er náttúrulega bara í betri stöðu núna. Staðan er náttúrulega bara betur mönnið út með Vigni og Heimi. Út með frábært teimið þarna á línu. Ég segi besti leikmaður Hauka sem endaði fyrir var Danni. Klálega fór í atvinnumennsku. Besti leikmaður Hauka fyrir áramót núna Vignir Svansson. Og besti leikmaður Hauka heilt yfir Gretar Ari Guðvarsson. Við ekki að fá klippi bara hérna yfir. Hvaða leikmann við völdum? Ég hef búin að hlusta svo oft á Jóa nefnilega að tala hvað markmannsjálfun er góð í Haukum og þeir hafa staðið sér vel nema þegar þeir verði ekki, þá er vörðin svo léleg. Það er vörðin léleg. Það er þetta miskilningur, en það gerist bara 2 mánaða fresti. En þetta er verðskuldað. Já, það er klárt. Gretar náttúrulega hefur verið ótrúlega stabíl líka. Og það er það sem hefur kannski vantað í bara íslensku deildin og íslenska markmenn og það er hann heldur stabilitet og er búinn að vera svona stöðugur í þessum, hvað var að segja, 15, 17, 18 boltum, eitthvað svoleiðis. Hann var orðinn mjög góður bara það bila fyrir ári síðan. Hann byrjaði svona frekar hægt kannski þegar hann kemur aftur hérna í Eruláni og svoleiðis og svo var hann orðinn mjög góður eftir áramót og frábær í úrslitakeppninni og svo byrjar hann núna þetta mót alveg frábærlega líka. Það er alveg málið og mér hefur fundist þetta svolítið vanta í umræðuna með það og mér finnst Gretar hafa verið hann fær ekki alveg það kredit sem hann kannski á skilið. Mér finnst hann búinn að vera svo stabíl. Þetta aðeins niður núna eftir hann valinn í landsliði. Það vann sig inn í að vera einn af 4 markmönnum sem eru valdir hérna í hóp. Já. Í það verkefni þetta daginn sko og svo kannski hann aðeins dottið niður eftir það en það gerist oft hjá ungum markmönnum þegar þeir eru svona ég held að tímapunktum. The only way is up. Já. Og ég meina eins og Björki sagði náðan, ég meina hann var hérna hamast inn í sal núna bara rétt fyrir, meðan útsendingin var að byrja og þá var hann að æfa. Já. Það var rosalega duglegur sko. Hann er magnaður. Já, við vorum að ræða þetta, ég held að það taki aldrei frídag. Þegar það er frídag þá finnst honum að vera veikur eða eitthvað. Ég meina hann æfiði í úrslitakeppni fyrir það voru 3 leikir í viku. Við tókum alltaf markmannsæfingu á hvíldadeginum á milli. Já, þetta er alvöru íþróttamaður. Hann ætla langt, það er klárt. Já. Hann þrífst bara á því að æfa sko. Og ég eiginlega get fullyrt að bæði hann aðrir þessi strákar, ungu leikmenn Hauka sem eru hérna hjá okkur í dag þetta er allt að hugsa langt sem eru komnir hérna upp í meistaraflokkinn. Þú ert með hann, Andra, Orra þeir eru allir að hugsa
sem eru komnir í stór hlutverk. Hjörtur og Darri líka. Já, klálega, Darri þetta náttúrulega út. Það líka því við framleiðum Gleym honum. Já, við ætlum að framleiðum okkar eigin leikmenn hérna og svo eru þeir að sjá bara Stefán Rapp fara út, þeir eru að sjá skiljiði Daniel Inga fara út. Mér finnst rosalega gaman hérna, mér finnst vera kortir síðan ég var að þjálfa Hebba og félaga hérna í 3. flokki kalla, Hebba, Stefán Rapp og Tjörv og þá. Svo eru þess allir menn með einhverja barnavagn og eitthvað því ég mæti þeim í dag sko. Þú er ekkert elst. Mér finnst vera svo stutt síðan sko. Og svo æðislegt þessi strákar fara. Við höfum nefnilega kannski 1-2 undantekningar, ekki mikið fleiri, sem hafa eld peninga og eitthvað svoleiðis, en hérna, það sem Steppi sagði hérna áðan, það kemur ekkert annað til greinin að koma hingað aftur. Ég fer ekki inn í, hvað sagði hann? Ég fer ekki með töskunum minn inn í annað íþróttahús. Nei, og það segir svolítið hvernig þeim líður hérna. Og þetta hefur verið. Þetta er gríðarlega gott og gott fyrir þetta félag að þeir séu að tala svona. Björk er ekki haukamaður. Nei. Hann kom hérna, var hérna, fór og samt að koma aftur hingað. Og þetta var einslega. Rúnar Sigdris kom hérna fór ellendis, kom aftur í haukaðan. Bara hvernig hann orðar þetta líka. Gylfi Gylfa. Þú bara kemur og þú farið spjallið frá haukum og það bara mætur. Já, þú sér bara það er líka einhvern veginn það sem haukar hafa lagt sig út fyrir er bara að mönnum líði vel og menn vilji koma aftur sko. Klefin er frábær, umgjörðin í leikjum er frábær og það er svo margir klúbburinn bara er frábær, þetta er bara allt í kringum hann. Ég hef aldrei liðið eins og maður sé heima á sér eins og hérna. Við erum með mann hérna sem er búinn að fara í flest tjölu á Íslandi sem ég þekki. Fyrir utan Hlyn Mortens. Já, Hlynur á kannski metið og Addi þetta. Svo kemur Jenny, svo kemur hann að þjálfa í haukum og þú sást nú bara samskiptin okkar í gær. Þú finnur ekkert mikið meiri haukamann í dag en þennan gaur sko. Þannig að hérna, hann skildi aldrei þegar ég var að tala um þetta, við vorum saman einhvern veginn í Gróttu sko. Hann er ekkert að efast í dag sko. Nei. Þetta er bara fjölskyldustemmingin sko. Já, þegar ég labbaði inn þá hitti ég nú þáverandi formann sem var þá Sigurjón Bjarnason sem ég slóst nú við nokkru sinnum á vellinum í Kemur óvart. En hérna, hann sagði við mig, þú ert komin í fjölskylduna og þú ert ekki að fara neitt og þetta er einhvern veginn upplifun sem ég hef fengið þannig er þetta. Það er bara fjölskyldan. Já. Þannig að ég veist bara, þetta er rétt hjá reynar, ég get ekki neitað þessu, ég er haukamaður. Já, það er bara þannig. Það er klart. Við bara svona líka leggjum okkur út fyrir að reyna að vera sko fyrstir með þetta og fyrstir með hitt og vera bara svona einhvern veginn í farabróti sko. Já, samt alltaf í grunninn hérna finnst mér og alla þessar stráka, þú ert með ykkur að hérna á kamerunni, trómunum og tæknimennina og allir ólust hérna upp einhver staðar. Við erum alltaf einhvern veginn fjölskylduklúbbu líka. Já. En þú ert samt alltaf að skila flestum mönnum í atvinnum sko kannski líka. Já. Og það er ótrúlega hvað þau eru gengið hérna að láta það fara saman. Já. Þessi afreksmannastefna og fjölskyldustefna er rauninni saman. Já, þetta er oft fín lína sko. Já, og einhvern veginn núna höfum við farið að hugsa meira það síðustu ár að láta bæði gangu. Já. Við erum að finna verkefni líka fyrir alla. Ég sér nú bara fjöldan sem er hérna kannski sem eru, hvað ég segja, tvítur og yngri. Fjöldan að strákum skilu frá 20 til 16 ára sko. Þetta er bara, þetta er kannski Valur sem er með fleiri sko. Já, við erum með 2 U-lið og við erum með 3 lið í 3. flokk. Já. Þetta segir allt sko. Já, og svo 4 lið í 4. flokki sko. Já, en ég segi, þegar maður fara í framhaldsskóla og fyrir að fækka. Já. Ekki hugum. Þetta er bara rugl. Fjölgar eða eitthvað Ég átti samtal sem gauri fyrra og þeir bara nei. Við erum ekki að fara neitt. Maður hefur tekið þessar partíleferðir, þar sem er nú 4. flokkurinn og maður oft fyrir talað það að sé fækkun eftir þær ferðir. Já. Ég hef aldrei upplifað held í fækkun eftir partíleferði og haugum. Ég held að alltaf allir mætt. Ég held ég sé ekki að bulla en ég held ég hef alltaf fengið allir inn á æfingum eftir það. Það voru ykkur tveir held ég núna. Já, ég var ekki þjálfað. Það voru nokkri núna 2003 sem gengur. Engin 2004. Nei, ég held að séu allir að æfa ennþá hjá okkur sem fóru á partilega. Það er bara, mér finnst það bara magnaða 99 árgangur hérna, það er bara eitt sá magnaðasti árgangur. Það er með því skemmtilega sem ég gert að þjálfa hennar 99 árgangur. Menn fyrir að fara í heimsreisu þá þeir bjóðu upp á allt sko. Þeir eru með afreksmanninn,
þeir eru með skemmtikraftana og þeir eiga nokkrar trúða sko. Og geggjaður hópur sko. Og svo er einhverjir sem og svo eiga þeir Excel-skjalið. Þeir eiga eitt Excel-skjal. Svo eiga líka sko trúðana sem eru samt afreksmenn sko. Já. Þetta er frábær hópur. Eitt sá magnaðast í. Og svo eru farnir að fá þjálfarana líka út úr þessum hóp sko. Já. Þannig að það bara fær alla flóruna sko. Þetta er frábært. Það er svolítið, þegar maður segja það að 99 árgangurinn er svolítið svona bara einkenni Hauka. Þú færð allt út úr honum. Þú færð afreksmanninn, þú færð mannin sem er að vinna bak við tjöldin, þú færð allt. Og það er bara einhvern svona holdgerungur sko. Það sem við viljum standa fyrir sko. Það er bara Haukar. Er þetta ekki bara þannig? Jú. Hvernig, ef við fyrir nú aðeins úr þessar umræði, hvernig horfum við fram á 2020? Bara frábært. Ég bara bjart síðan á 2020. Við gleymdum einu í 2019, kvennaliðið. Já, við tókum það náttúrulega með Árni var hérna. Við tókum það svolítið þannig sko. Mér finnst það enda vel og ég er sammála honum í því, ég heyrði hlutaði og 2020 ég bjartsýnn. Þær eru klárlega að fara að vinna heimaleik hérna mútið IBF í fyrsta leik og koma sér í 4. sæti og ég held að verði þar. Verði svona 4. Ég vona slá í Stjörnum út af því. Það var náttúrulega leikmaður og nú takkir undir það Hauka maður. Það fær hann fyrst ekki að vera hlutlaus. Nei, það dóttir þar og þar eru við konir í smá bobba. Það eru blóðbönd þarna að skipta máli sko. Það sem er náttúrulega erfitt í það að ég er búinn að þjálfa ótrúlega margar í Haukaliðinu en svo náttúrulega eru blóðböndin í bláa liðinu. Það eru svolítið sterk. Það verður auðvitað. Ef við ekki að kíkja smá klippur þar sem við völdum leikmann ársins, hvenær megin? Já, kannski fínt að setja það inn. Já. Ég hefði viljað fá að giska á þetta. Fyrirgefðu, við erum búin að segja þetta sko. Já, það hefði ekki verið neitt vafamál sko. Það er ekki reynilegt að það er markmaður hérna sem kemur aðeins þessu vali, það er alveg klart. Það er ekki reynilegt að það er góð markmannstálfur í þessu félagi. Það er nú... Leynir sér nú ekki. Hlakka mig til að sjá hvernig Bjöggi verður hérna. Ég ætla að segja það, hann var hérna... Ég þakki ekki bara fyrir mig. Bjöggi ráðinn áðan og núna fyrir markmannstálan að velja markmennina, bestu leikmenn, beggja liða, ársins og svona, þannig að tryggja sér í starfi. Já, maður... Það er skynsamur en ég held. Já, maður er eitthvað að reyna að klóra í bakka bara, Nei, gríðarlega gott starf og og Sagan alltaf búin að vera frábær. Við eigum efnilegasta markmann kalla megin líka, við megum ekki gleyma því sem að Jói er búin að vinna með Andra Skeri. Herra Víti. Geggjaður. Herra Víti Axel. Hann er klárið að fara að spila í efstu deild sko, það er bara staðan á honum. Já, það er alveg, ég meina hann er búin að sýna það, eins og vorum að tala um það að Gretar hefði aðeins svona dalað í síðustu leikjum, ég meina Andri er búin að vera frábær. Það verður spennandi að sjá hvernig svona þessi kapall kemur út hérna. Ég er af þessari kynslóð sem að finnst menn að nú vera aðeins rólegir og taka sér saman í andlinu. Hann fættur 99, hann er að vera 20. Við vorum að tala um áðan að Marpi var að blómstra sko. 30 sko. Hann er topp markmaður í U-liðinu hjá okkur. Klálega besti markmaðurinn í grilldeildinni. Og er að fá hann er bara besti leikmaðurinn í grilldeildinni sko. Sleppum því ekki. Er að fá hellingshlutverk hérna sem varamarkmaður í góðu úrvalsdeildarliði. Ef ég þekki Andra rétt og jafn mikið Excel-skjal og hann er að þá er hann ekki að fara neitt sko. Nei, þú eru líka átt að því, þú ert að fá Björgvin Pál sko sem kennir meira í leik smá reynslu. Þannig að þú ert ekki að gera neitt annað heldur en að fara að læra. Ég hef trú á því að ég held bara að þetta sé svolítið verkefni fyrir komandi þjálfara hvað sem það verður. Ég held að það sé ekkert lykilatriði sko hvernig þú setur þetta upp. Hvernig honum verður selt þetta sko. Ég myndi sem Andri myndi ég ekki fara á láni eða neitt í þessu tilfelli. Ég myndi taka alla að byrja og sjá hvernig það byrjar. Já, líka bara út af að Bjöggi hefur verið gamli markmaður með ungum strákum núna í Skjern sko. Getur hann ekki alveg komið í þá stöðu líka hjá okkur? Jú. Og er klárlega að koma í hana. Og er svona típa og leiðtogi Bjöggi í sér og getur skila miklu á sér til andra. Talandi að vera með leiðtogi út að fá Bjögga inn og við rættum þetta nú í landsliði að það verður skemmtilega að horfa á hópin sem verður í dag því að
þekki nöfnin og andlitunum sem eru þarna Þeir eru svo gamlir. En þið þekki nú örugglega bara foreldrana frekar? Já, ég nákvæmlega. Já, ekki, nú eru farið að þekkja leikmenn aftur. Já, reynda núna aftur. Þú segja, Bjöggi var elstur í fyrra. Já. Núna verður hann, ef að hópur verður eins og ég held, þá verður hann 4. elstur. Já. Já, bara frábært að fá inn eins og þegar Bjöggi kemur inn hérna hjá okkur, veist, með Vigni, Bjögga, Ásgeir. Já, eitthvað reynsla í þessu? Svona smá ish. Já, spila svona 1-3 landsleiki. Já, nákvæmlega. Og erum við náttúrulega að gefa okkur það að Grétar verði ekki hérna. Já. Það ekki verið líka bara leynt og ljóst, sko. Jú, það er svo sem ekki búið að loka neinu í þeim efnum, en... Nei, en við vitum alveg hvert hugurinn stefnir og ég meina eðlilega. Þetta er maður með mikla... Við vorum bara að ræða það saman hérna áðan við hann þegar hann var fram að æfa hérna hann væri að stefna út. Það væri planið. Þetta er náttúrulega bara sama og þegar Bjöggi kemur hérna síðast, þá vorum við með Gogga og það var ekkert búið að staðfesta að Goggi verið að fara neitt, skilur þegar Bjöggi fenginn. En hann var að stefna. Já, skilur þannig að... Stefnir að þið lent og ljóst. Var það eitthvað tilviljun hérna út að ráða markmann hérna aftur og eitthvað og þú með markmannflúning nr. 32 hérna á kantinum? Held nú ekki. Nei. Goggi, kemur hann með? Var það bróðsonum? Það hefur eitthvað markmannspar, Björgvin Páll og Goggi, sko. Nei, mér líst rosalega vel á Björgvin Pál og Andri þar sem ég held að Grétar fari ellendis. Já. En held ég að Grétar sé komin á þann aldur að hann er ekki að fara að vera hérna fyrir aftan. Nei. Björgvin Pál. Ég líka bara eftir 2 tímabil sem aðalmarkmaður, skilur, hann er ekkert að fara... Nei, hann myndi alltaf að fara annað hvað sem er. Klárt. En hérna, bara ef við klárum það aðeins 2020, bara við erum náttúrulega áfram inn í bikar hjá stelpum og strákum og bara baráttum deildamestartitilinn hjá strákunum og komast í úrslitakeppni hjá stelpunum. Þetta er bara spennandi vor framöndan. Gríðarlega og hérna og vonda það hérna haldi áfram eins og það var gekk núna fyrir áramót. Karlaliðið haldi áfram bara á sinni braut og konurnar búið að vera stígandi. Kvennaliðið líka náttúrulega, þar eru búin að vera uppleið og það bara heldur vonandi áfram. 4. sæti er mjög fínt. Það er mjög gott að fá Hauk í 4. sæti. Ég er mjög sáttur við það. Já, og karlaliðið við erum svona endurheimt að Orri kom inn með 2 góðar innkomur fyrir pásu. Já. Eins og við töluðum við vorum svolítið að bíða eftir að hann kæmi inn aftur. Dóri og Binni verða vondi, báðir komnir klárir. Adam datt hann út í stjörnuleiknum, máttum ekki við því. Nei. Og bara vonda þetta haldi áfram sem horfi og ég veit ekki stelpumegin, Karin Helga fyrir vonda dett inn. Já, sagði Janúar, sagði Árni hérna áður. Og þannig að ég hérna... Já, og fá meira framlag frá Söru, nei, þetta er ekki Sara? Sara Odden. Sem er náttúrulega frábær skytta og getur klárlega skila miklu fyrir Haukana. Ég reynda líst alltaf vel á Hauka í öllum mótum og alltaf, svona til annað kemur í ljós. Það er svolítið bara, en við verðum í baráttinu hana, skilur, þegar þetta fer að berja svona titlana. Og það er líka sko að þetta verður áfram í bikar er náttúrulega bara hrikaleg stemming í kringum bikarinn er alltaf rosaleg og skemmtileg. Það draga í næstu? Nei, það verður gert bara þegar nær dregur leikjum sjálfum. Verður dreigið þegar nær dregur? Já, dregur. Svo náttúrulega eins og Heppi kom nú inn á hérna þann, þá náttúrulega umfjöllin að aukast og 7 metrar náttúrulega konir inn mjög sterkir og er að bæta við sig hlustun. Ekkert hlutlaust hérna. Nei, það er frábært. Það er bara öll umfjöllin er góð og það þarf að auka umfjöllin handbolta og ég, eins og ég segi, með 7 metrar þó svo ég sé að plugga af allt það, þá bara tel ég það að vera mjög gott inn í fórunum. Við meðum ekki gleyma að Haukar voru eitt af fyrstu liðunum inn með hérna Hauka TV á sín tíma. Held ég ásamt IBVF og KA TV kannski. Það er búið að koma, síðan þá er Selfoss farið að sína, Frammi farið að sína, Valur, Afturhelding, KA, þeir segja FH núna, sem á yfirleitt ekki starfsmennin einu, algjörlega hlutlaust hérna. En svo hérna, og núna eru Popghostin og aftur, ég held að þetta sé fyrsta
Það var svona Félagspodcastið. Já, Selfoss byrjaði aðeins á þessu í lokin Selfoss og það er í gangi. Svona reglulega. Það er í gangi hjá þeim líka. Og handkastið var náttúrulega sem svona á að vera hlutlaust. Já. Og 7 metrar komni núna með umfjöllum báðatildir, en aftur eru Haukar svona fyrst að koma með stedd í podcast bara sitt lið. Já. Og mér finnst það geggjað og umfjöllun, þú getur hlustað á meira og fengið meira uppsingar en áður. Já, bara ég myndi að segja að skilur voru eins og þeir sem búi í útlöndum og voru að hrósa okkur skilur, það væri bara geggjað að geta bara hlust og fylgst með skilur fyrir þá sem eru kannski ekki komast ekki alltaf. Þú komið á nokkra deildarleiki hérna uppi sem einu fjölmiðlamennir á stúkunni eru Haukatífi og kamerumæðurinn sko. Það er enginn frá Vísi eða neina sko, og það er ekki gott. Og við náttúrulega þekkjum það sem við höfum verið að lýsa í Haukatífi. Við erum endalaust að fá ykkur hérna á Messenger frá Haukum sem eru erlendis og það er bara, þetta er frábært og mér finnst þetta til fyrirmyndar. Mér finnst það eiginlega Haukatífi og Haukar podcastið og það er bara að vera Haukamenn ársins, eða ekki? Jú, við tökum því bara. Hlutlaust mat. Takk fyrir það. En hérna, svona í lokin kannski, núna vorum við að velja leikmenn ársins 2019, hverju verða leikmenn ársins 2020? Í Haukum? Já. Já, sjálfsögðu í Haukum. Orri Freyr Þorkelsson, ég svo Orri verði óstöðandi. Já, ég er þar. Já. Hefnd glæbunna. Ég kemst ekki, þetta er svo alltaf sama nostalgían að horfa á hérna æfingu hjá landsliðinu áðan sko, Vigni Svavars er svo ofalega hjá mér sko. En hann kannski verður bara... Ég veit hvernig Einar situr. Ég held sko satt ef að Haukar alltaf Já, Einar situr bara Jónkall. Jónkall verður bestur. Hann verður bestur fyrir hluta 2021 sko. Hann verður allavega maður ársins á heimilinu og Einar. Hann er það alltaf maður. Ég vona að Adam Bamburg verði bestur. Ég held að við þurfum það til þess að... Það er nafni sem ég ætlaði að vera að koma Ég held að við þurfum að við ætlum að vinna þann stóra í vor. Mér finnst Adam verið búinn að stíga gríðarlega mikið upp og búinn að vera frábær hérna í fyrirhluta núna og ég held að hérna, ég sammála Jóa, hann þarf að blómstra og ég held að það verði. Og hann hérna tók hérna, núna fyrir áramót, ég múið að sá bara glýtt í gamla hérna fyrir meiðslinn en var upp á sitt besta. Geggja góður. Já, bara varnarlega líka, búinn að stíga upp gríðarlega mikið varnarlega. Bara að spila þrýst í vörn sem hann fekk aldrei og var aldrei notaður í. Það snýst svolítið hvernig lappirnar halda sko, held ég. Líka bara ef við ætlum að nýta okkar frábæra línumenn sko, þá verðum við bara að vera með þessa skotóknu utan að velli sko. Við sáum á móti Stjörnunni daginn, þetta var eiginlega dauðadómur fyrir okkur í þeim leika að missa hann út úr leiknum sko. Mér finnst líka gleymast hérna Brynjólfur Snær, búinn að vera geggjaður núna fyrir áramót og stíga rosalega upp. Ákveðnum mómenti að dettur Dóri út og hann fær ekki mínútu í leik og hann er fann að leysa skittuna þarna á móti Val í deildinni áður en Dóri meiðist. Binni mjög góður. Og Binni búinn að vera frábær fyrir áramót og ég hérna, sem ég held alltaf að kæmi fyrir svona 2-3 árum og er hann kannski svona seinþroska, þetta er að koma núna. Leit blúmer. Hann fekk náttúrulega bara landsliðsæfingu hérna áður, í gær. Já. Svo var hann. Já. En stelpur megin, leikmaður ársins 2020. Ég sé engan slá sög út í þessu liði. Nei. Bara ekki því miður. Hún er bara geggjuð í þessari deild og kemur svona inn. Mér fannst hún kom inn óvænt þegar hún kom hérna. Ég var ekki bara dregin að fætur aftur eitthvað. Hún ekki hætta og Maggi Sigmunds dró hana hérna inn og... Hún hefur ekkert verið lengi í handbolta. Hún á svo mikið inn eða bara í reynslu og... Mér finnst það. Ég er sammála því. Mér finnst hún frábær og leikir sem eru síðan hérna í fyrirpart þar sem hún er búin að vera geggjuð sko. Og svo eigum við náttúrulega 2 ungar hérna sem ég er rosalega hrifinn af, Bertu og Alexander Líf sem að Alexander Líf hefur ekki fengið að spila mikið núna upp á síðkastið. Ég vil sjá hana meira. Mér finnst hún rosalega efnileg. Ég er tím Líf. Já, og svo Líf óstöðandi. Svo verður gaman að sjá hérna hvernig Sara verður. Já. Hún á hellinginni og ég meina er frábær skotmaður, það er alveg klárt og hún þarf bara aðeins hún þarf að lækka sig aðeins, hún þarf að hérna sleppibúnarna þarf að vera aðeins lengur í gangi og sleppa aðeins hérna, þá verður hún geggjuð, þá liggur þetta í sammarnum. En ef við bara klárum þetta, við verðum ekki sáttir við
bara við séum í barðinu allir stöðum eða verðum bara sáttir ef það kemur titill í hús við tímabilið? Við erum í Haugum. Friðrik, nú gef ég þér orðið. Við grípum alltaf fram í fyrir þér. Já, ég vil alltaf Íslandsmeistaratitil. Eins og Einar sagði, við erum í Haugum og við stefnum alltaf alla leið. Er það ekki markmið Hauka? Jú, og hefur verið ljóst og lengt markmið hérna held ég bara síðan 2000. Já. Og reyndar byrjaði 94-5 svona þú markmið sem stefna. Og byrjar tröppugangurinn svona í rólegheitum. Og við erum síðan 2000 þá höfum við ekkert verið sáttir við titlalaust tímabil. Nei, alls ekki. En ég vil fyrst og fremst sjá Haukaliðin bæði komast í Final Four. Já, sammála því. Það er bara svona tíma á það. Það er svo mikil stemming. Prinsip að vera með tvö liðar, það er geggjað. Að bara byggja titil sko. Já, fyrir utan það, en bara komast í Final Four það er stórt. Og mér finnst Haukaliðið oft þegar það kemst þangað þá er það betra. Já. Þú veist, þá og við gríðarlega reynslunum mikið lið, gott lið og það er tölvöð reynsla báðum megin sko. Kvenna og kalla. Já. Þó við séum búin að yngja meira alltaf titil. Alltaf titil. Hvað, ef við segjum svona skilu, þetta eru bara þessir usual suspects. Þetta eru Haukar, Valur, IBVF, FH. Fimmleikafélagi, já. Fimmleikafélagi, já, það er kalla megin. Já, kalla megin alveg klárlega. Aðeins meiri brekka kvenna megin. Já, þar ertu náttúrulega með bara tvö ofurlið í rauninni. Já, sem þú svona fyrir mér kalla megin ert alveg með Val sem er svona afturheldinga. Já, ég með við spána í vetur þá held ég að Haukar, IBF, Valur og afturhelding þau verður svona topp 4. Ég held að bæði Selfoss og FH verður það ekki. Já, ég held að sé bara mikið skarði í Selfoss-liði sko. Já, og fimmleikafélagi held ég að standist ekki þær væntingar sem voru gerðar til þess. Selfoss er náttúrulega frábært lið í rauninni og fyrir mér er búið að gera miklu meira og betra heldur að bjóstið með það sem er búið að ganga á hjá þeim. Já, klálega. Nú er ég er ekki að geggja starf. Já, búin að missa ótrúlega sterka pósta og mikla pósta út og standa ennþá í lappirnar er svolítið magna sko. Og samanskapi held ég bara að það eru tvær stöður í FH-liðinu, sérstaklega 2 sem að Gústi hefur verið að meiðast og ég veit ekki hvað Ásbjörn getur dreigið þetta lið langt sko. Hann er geggjaður en ég held að Haukar verða þarna í baráttunni klálega og En það er náttúrulega með spurningi með FH sko, ef þeir fá alla á flot, hvað gerist þið? Þú veist, ef Egill fer að spila. Já. Ég sé glottið á Einari. Síðasta spurningin, hvað sæti lendir Ísland á EM? Ég ætla ekki að það fórstu með það maður. Við komumst upp úr riðlinum, ég ætla að segja það. Þetta er bara eins og að vera slegin utan til bara einhvers Hvað já. Það er ekki bara að vera léttir, 5. sæti. 5. sæti, já. Hvað dugar fyrir Ólympíuleika? Ég segi milliriðill, topp 8 held ég. Hvað dugar á Ólympíuleika? Topp 8 eiginlega sem duga, topp 8. Þú eiginlega veist það ekki. Það fyrir eftir hvað lið eru á það. Það er búið að halda Við erum náttúrulega í svo léttum riðli sko. Fyrsti leikurinn Topp 8 ætti svona einhvern veginn að duga. Ég segi við förum í milliriðil og eru svo 16 úrslit. Nei, svo er bara milliriðil og svo er bara undanúrslit skilur. Já, svo raða bara upp því. Já, ok, við verðum á þessu bili 5-8. Ég er svo ánægð með gömlu andlitinn og lúkkið á liðinu. Þetta eru vinnarar sko. Já, ég segi 6. 7. sæti. 7. sæti. Eða 7 metrar. Nei, 6. Ég er á 7. Já, Friðrik. Ég kem alveg á tómum kofan, ég ætla bara að segja svo Jói, 5. sæti. Það er alltaf gott að spá eins og ég. Já, ég finnst gott að halda. Það sem þú hefur lært á þessu ári Friðrik, já, spá eins og ég. Ég bara lært í einhvern tíðin að vera bara svona eins og þú. Það er alltaf að... Þess vegna permanent í topi. Maður er alltaf að kenna þér eitthvað. Þess vegna, já.
Heyrðu, þá held ég að bara við séum tæmdir í dag. Friðrik, viltu ekki klára þetta eins og þín von og vísa? Jú, við þökkum fyrir áhorfið. Þið voruð að horfa á Haukahornið þar sem við fjöllum bara leiki Hauka, eingöngu leiki Hauka. Jú, þar sem við höfum bara áhuga á Haukum. Þetta eru mín orð og gleðilegt nýtt ár, gott fólk og gleðileg jól. Ekki bara, eitthvað meira sem við viljum bæta á þetta? Nei. Takk fyrir mig. Takk fyrir. Bless.